Jæja, góða kvöldið, góður áhorfendur og verið velkomin í beina útsendingu hjá okkur í GTS Iceland. Ég heiti Guðfinnur og verð með ykkur í kvöld eins og svo oft áður en þetta svona, off-season útsending hjá okkur núna. Þetta engin deildarkeppni, heldur erum við að stefna beint inn í mót sem sponsað af Game TV og við ætlum að fara yfir uppsetninguna hérna eftir smá stund. En akkurat núna þá ætlum við að taka með keppindunum eitt svona lobbytest til að athuga hvort að sé nokkur ykkur pitbug eða annað slíkt í gangi. Þannig ég ætla rétt að setja hérna skilaboð á liðið. Það má okkur nú sjá. Svona, sjáum hvort það sé ekki örugglega allir í lobby. Jú, það eru 15 entered. Þannig það sem við ætlum að gera ef það er ykkur að horfa sem hefur ekki fylgst með okkur, þá lendum við einstaka sinnum í svokölluðum pitbug þar sem ykkur festist í pitnum. Þannig við ætlum bara að kanna þetta og sjá. Þá ætlum við bara að starta kóli. Þetta er ekki raunveruleg tímataka sem ég er að starta núna, heldur bara til þess að taka test á þessu, sjá hvort að allir komist ekki klakklaust út úr pittinum. Þeim ég gætna að láta mig vita líka hvernig heyrist í mér, hvort að það sé að surga eitthvað í mér eða hvort allt sé bara í lagi. Heyrist of lágt í mér, ég sé að Guðbjartur er mættur hérna. Sýnist þetta nú ætla að ganga bara áfallalaust fyrir sig. Nei, það er ykkur í pitbug. Það er hann Binni. Svo. Það er að sjálfsögðu alltaf eitthvað. Það ekki þetta áhrandur. Já, heyrist vilja mér, sé Illi mættur, Guðbjartur, sælir, drengir. En þá mega bara þurfa allir að cancela núna. Sjá, gefið mér augnablik og mér ég reyna að finna út úr þessu. Það er hann Binni sem var að lenda í pitbuginum. Binni segist ætla að við ætlum að taka bara ræsa bara aftur. Nú erum við að detta hvort þið er í tímatökuna. Hún átti að hefjast klukkan 20:30. Binni ætlar að reyna einu sinni enn og ef hann lendir í vesinni þá ætlar hann bara að slaufa sig út. Afsakið, þetta er nú ekki gaman að byrja útsendingu með svona vesinni. Nú býtum við, hver er svo eini sem eftir, hérna er það farið. Nú er allir konur í lobbyið aftur. En ég ætlaði nú bara rétt að rúlla eldsnögt hérna yfir fyrirkomulagið á þessu. Það eru sem sagt 30 keppendur skráðu til leiks í þetta mót. Það eru 2 riðlar, 15 keppendur í hvorum riðli. Við erum að horfa á riðil A akkurat núna og keppendunum varum bara raðað með slembi vali, það var bara random í 2 hópa. Síðan munu topp 7 ökumenn úr báðum riðlum komast áfram í úrslitakeppnina og þar verða verðlaun fyrir efstu 3 sætin, þar sem að fyrsta sætið fær eintak af Gran Turismo 7, annað sætið fær RIG 700 leikjaherrentól og þriðja sætið RIG 300 leikjaherrentól. Og svo er svona special prize sem kemur í ljós á morgun, en það er fyrir flottasta liveryið. Og það strákanir í Game TV að þeir ætla að skoða liveryinn bara annað kvöld í mánudagsstreymi Game TV og þeir munu velja það sem þeim finnst flottast og sá sem á það livery fær eintak af Gran Turismo 7. Þannig það er ýmis að vinna hérna í kvöld og á morgun. Þannig við skulum sjá bara hvernig það er.
En já, nú ætlum við bara að rumpa þess á stað. Svo. Skulum bara vona að þetta rúli í gang. Hver á eftir að fara inn? Það eru 14 komnir, það er Doddi sem á eftir að... Þarna kom hann. Þá bara fyrir við að byrja mynda. Svona, gleymi ég að hafa YouTube-spjallið opið hérna til hliðar. Gamlir tæði 2 komin að halda sínum hefðum, segir Hilmar. Kristján Einar frændi minn, segir Guðbjartur. Já, ég er búinn að komast að því. Allt að gerast, heyrðu. Þá bara hendum við Kvoli á stað. Vonandi kemst Binni inn á brautin, ef ekki, að þá var hann alveg sáttur við það að sluffa sig bara út. Binni ætlar hvort þið síðan að lýsa með mér úrslitakeppnina á eftir. Ég er bara einn að lýsa riðlakeppnunum af því að það eru full lobby. Og ekki pláss fyrir annan lýsanda í lobbyunum. En í úrslitakeppninu verða það 14 keppendur og þá ætlaði Binni að hoppa inn með mér og við ætlum að blara hérna saman og lýsa úrslitunum. En sjáum hvernig gengur að koma mönnum út úr pittinum. Bölvu læti í þessum McLaren, ég heyri bara valla í sjálfum mér, Binni kemst út. Ég svei mig þá, það eru bara allir konur út, það er frábært. Þetta er svona böggur sem að hefur verið að hrjá þennan leik leiðilega mikið. En vonandi bara er þetta það síðasta sem sjáum að því í kvöld. En þetta er sem sagt, já, að keyra allir keppendur sama bílinn í öllum þessum keppnum í kvöld. Það var nú smá hasar í outlappinum. En já, þetta er sem sagt, þau eru allt saman one-make keppnir. Það eru allir að keyra GT4 McLaren bíl 650S. Það er fixed setup sem þýðir að það er ekkert hægt að tjúna hann til. Það er allir að keyra bílinn nákvæmlega eins á sömu dekkjum með sama setupi. Þannig að hér skiptir bara máli að já, bara keyra hratt, þú bara kemur og keyrir og vonandi keyrir hraðar en næsti maður. Sjáum að Ívar er fyrstur út. Guðni Valur, það er hann Pepsi-mann. Síðan er það Hannes hérna. Honda S2000 er hann Dimmi. Ragnar Þór, Valli Matt, Daniel, Hilmar, Gunnlaugur, Brynjólfur, Hafsteinn, Siggi, Doddi, Sindri og Pálmar. En nú eru fyrsti hotlappin komin á stað. Þetta eru stuttatímatökur, bara 5 mínútur. Menn ná kannski tveimur, jafnvel 3 heitum hringjum. Og það er hann Ívar sem að ríður á vaðið hérna. Sjáum að menn eru að reyna að mynda sér svolítið bíl til þess að vera ekki fyrir hverju öðrum, af því það græðir enginn á því að fara í kappastur í tímatökum. Það tapar bara allir á því. En já, svo verður það skiptir í sjálfu sér ekki máli fyrir þau hvort þú sigrir eða endir í 7. sæti. Það eru bara efstu 7 sem að fara áfram í úrslitakeppnina. Og þó að sé að sjálfsögðu kappastusökumaðurinn í manni vill að sjálfsögðu enda eins ofarlega og mögulegt er. En við skulum sjá bara hvernig menn tækla þetta. Sjáum að það er myndast smá trafík hérna á brautinni. Dimmi og Guðni í smá hasar. Þetta er ekki lengsta brautin og þetta eru stuttar tímatökur, þannig það er svo sem alltaf við því að búast að það getur orðið ykkur trafík. Við sjáum að bæði Hilmar og hann Sindri
Sjáum Hilmar hérna á appelsínugula McLareninum. Ég er svolítið í McLaren Formule 1 stílnum. Svo var það hann Sindri hérna einhvers staðar líka. Var hann ekki hérna einhvers staðar? Jú, hérna, Doxy. Þetta hann Sindri, hann líka hérna með nýja McLaren þemað í gangi. Ég átti vona á að sjá fleiri í þessum litum, en ég held að þeir séu bara tveir innir í þessari litasamsetningu. Fyrstu hringir konur inn og það Dimmi með hraðasta hring. Dimmi fyrir það sem ekki vita ríkjandi meistari í Tier 2, hann sigraði vetratímabilið og bara virkilega öflugur ökumar. Hann hefur komið inn í Tier 3 aðeins hann ætlaði nú að taka sér pásu, en hann hefur aðeins verið að detta inn í Tier 3 til að komast í smá kapastur. Svo hann Hannes hérna, hann leiðir Íslandsmótið í Tier 1, sérst í efstu deildinni hjá okkur. Þannig að það er nú á sterkum ökumennum hérna. Það er bara hrúa hér af ökumennum. Það eru 30 sekúndur eftir af þessum 5 mínútna tímatökum og að þessum 30 sekúndum loknum og þá í raun klárast tíminn, menn fá að klára þann hring sem þeir eru á. Þannig að tímatökum eru stuttar, þetta er bara svona rétt til þess að koma hring á blað. Síðan keyra þeir hérna 15 hringi í keppninni. Síðan þegar þeir eru búnir þá smala ég riðil 2 eða riðil B eins og ég kalla þetta, skiptir ekki máli. Næsta riðli smala ég inn á braut og þeir keyra sömu keppni með sömu tímatöku. Svo verður gaman að sjá hverjir komast í topp 14 fyrir síðustu keppnina. Nú tímatakan búin núna, þannig að nú allir bara að klára sinni hringi og Ívar með hraðasta hring, munar halvur sekund á honum og næsta manni sem hann Dimmi. Ívar að keyra núna í Tier 2 í liði GT Akademíunar og hefur verið að standa sig mjög vel með 2 sigra á bakinu í 3 keppnum. Hann sér þetta með 3. besta tíman, Valli 4. Hilmar með 5. besta tíman, Siggi var að bæta sig, hann ekki hérna meðal efstu manna. Hafsteinn í 7. sæti, Sindri kemur hérna upp í 7. Hann gömul kempi í þessu, langt síðan við höfum síðan í GTS-inu, en hann mættur hér aftur. Doddi 8. Gunnlaugur 9. Danni hérna í 10. sæti og nú bara tímatakan búin og við rumpum á stað beint í race. Það grid start og möguleiki á því að þjófstarta, hérna þarf maður að passa sig að viðbrögðin skipta máli. Þannig að hér skiptir máli að vera nógu fljótur af bremsunni en ekki of fljótur því þú vilt ekki fá refsingu fyrir þjófstart. Því miður við sjáum nú ljósin hérna fyrir miðju, spurning hvort að þau lýsist upp fyrir okkur eða bara fyrir ökumennina, ég bara ekki viss á því. Nei, þeir eru farnir á stað, sýnist bara gott start hjá flestum. Hafsteinn var frekar lengi á stað en Ívar heldur greinilega fórustunni, hann kemur fyrstur inn í fyrstu beygju. Sýnist Guðni Valur hafa þjófstartað, það Dimmi og Ívar lenda hann aðeins samar. Ívar farinn vítt en heldur fyrsta sætinu, engin skaði skeður og það ágætis grúpa, þeir eru 3 vætarna fyrir aftanan. Dimmi, Hilmar og Valli, þeir sjáu þetta. Þetta verður eitthvað komandi inn í mjög krappa hægri beygju hérna. Sjáum hver hefur betur þar, Ívar græði nú heldur betur á þessu, gruna mig. Sýnist að Valli kom best út úr þessum hóp, hann kominn upp í annað sæti. Lávarðurinn sjálfur, það heldur betur hasar, það hamagangur í jöskunni eins og einhverju segja. Og Ívar hefur, hann græddi á þessu, hann komið með 10. í forskot á næstu menn fyrir aftan. Sýnist þetta hafa farið bara nokkuð klín á stað. Það engin atvik annað en það að Guðni Valur þjófstartaði. Maður sjá, hvað einhver hasar að gera sérna, Siggi og Guðni í einhverjum smáslag. Við sjáum það að Ívar að keyra það miklu öryggi, hann nú þegar búinn að slíta kjölsogið, það ekki draft lengur. Draftið það fer að kikka inn í kringum 0.75, 0.8 eitthvað svoleiðis. Þannig að nú Ívar bara locked in og hann þarf bara að fókusa á að keyra þessa 15 hringi stórslysalaust. Valli að gera góða hluti hér í öðru sæti. Hann að keyra fyrir TGR Iceland, Toyota Gazoo Racing í Tier 2. Hilmar að gera flotta hluti hérna í 3. sætinu með Dimma
beint fyrir aftan sig og þetta alveg þvílík súpa. Það nóg slag. Sjáum að Danni kominn upp í 7. sæti, hann byrjaði nú ekki staðar aftarlega, lenti í einhverju vandræðum í tímatökunni held ég. Með Sindra alveg í skottinu. Þetta það tætt að það erfitt að reyna að fylgjast með öllu sem að gerast. Ég ger mitt best í því. Red Bull Ring virkilega skemmtileg braut sem að svona flestir þekkja vel og býður upp á góðan kappakstur. Það eru langir beinukaflar, eða 2 langir beinukaflar sem að bjóða upp á góð framúraksturs-tækifæri. Svo nú bara skemmtilega að keyra, ja, það þykir mér í það minnsta. Sjáum að Sindri hefur náð fram úr Danna. Danni þar lendi dottnir í 8. Svona, hvað var í gangi þarna? Hafsteinn fór þarna vítt, sýndist mér. Sjáum að Raggi hefur lendið í einhverjum vandræðum, hann dottnir í 13. sæti. Hann var nú einhvers staðar í efri hlutanum ef ég man rétt. Þannig að eitthvað hefur farið úrskeiðis hjá honum. Siggi kom upp í 14. Hann hefur farið fram úr honum Guðna. Guðni í einhverjum vandræðum hérna farið aðeins að prófa sandinn. En Ívar, hann bara hlaupinn í burtu. Hann 2,5 sekúnda milli Ívars og Valla í öðru sæti. Valli með Dimma. Já, Dimmi hefur komist fram úr Hilmari. Það allt að gerast hérna á fyrstu hringjónum. Það virkilega gaman að svona one-way kappasteri þar sem að í raun eini munurinn milli manna eru þeir sjálfur. Ekkert setup, engin mismunandi bílar. Allir að keyra það sama. Þetta líka bílar sem við erum ekki vanir að keyra. Það langmest keyrt á GT3 bílunum í deildinni hjá okkur. Þannig að það ágætis tilbreyting að komast í GT4. Dimmi hefur tekið draftið á Valla. Valli bremsur örlítið seinna. Dimmi með innri línuna og mér sýnist hann ætla að hafa þetta. Jú. Spurning hvort að Valli sé með betra exit. Ég ætla að kíkja hérna aðeins borð. Sjá, þarf að gera þetta svona. Kíkjum hérna borð til Valla. Hann með ytri línuna. Hvað Dimmi? Kíkjum á þetta frá Hannes að sjónarhorni. Jú, Dimmi hefur haft þetta, hann var með innri, þetta mjög lúmsk beygja, þetta svona off-camper beygja. Valli hefur haft, nei, Dimmi segi hefur haft yfir hundina þar. Þannig eins og staðan núna, þegar við erum að ljúka 3. hring, þá það Ívar, Dimmi, Valli, Hannes, Dotti, Sindri og Hilmar sem eru í topp 7 og væru að fara áfram. En það nú nóg eftir þessari keppni og ansi jafnt á milli manna. Þeir eru nokkrir hérna saman í einni köss. Kíkjum aðeins borð hérna hjá honum Binna. Hann að elta hann Hilmar. Hilmar með innri línuna inn í fyrstu beygju. Bremsur svolítið setna, Binni kannski stílinu og ná endurköttinu og hann gerir það, eða cutbackinu eins og við köllum þetta. Hvar Hilmar? Hilmar missir 7. sætið til Brynjóls. Binni að vísu, hann ætlar að lýsa með mér úrslitakeppninni, þannig að hann var búinn að gefa það út fyrir keppnina að ef hann kæmist áfram þá ætlaði hann að gefa sætið eftir. Spurningin hvort að það verði, hvort hann skiptir skoðun. Það eins og ég segi, racerinn í manni vill alltaf komast eins langt og maður getur. Það stundum erfitt að fara fram hjá því. Gunnlaugur og Hilmar. Hilmar dottinn niður í 9. sæti. Danni hefur farið upp framfyrir Hilmar og þá að fara að sækja á Binna. Ég ætla aðeins að skoða hvað að gera hérna fyrir ofan. Þetta svona bara í nokkuð góðum gír. Ívar stunginn af 6, hann þetta í 7 sekúndum forskot næstu því. Greinilega búinn að kynnast vel McLaren bílnum. Við kannski fylgjumst þá hérna aðeins með fyrir neðan. Sjáum að Dimmi að slíta, hann búinn að slíta draftið við Valla. En Valli það núna að fara áhyggjur á honum Hannesi. Valli og Hannes keyrðu saman sem liðsfélagar í Tier 1 á síðasta tímabili. Þeir þekkja hvern annan vel á braut sem utan brautar. Kíkjum hérna, fylgjumst aðeins með Hannesi hvort hann ná eitthvað að
að nýta draftið hérna á hann Valla. En það í sjálfu sér þarf maður ekki að vera að hætta á miklu ef þú ert í topp 7 þar sem að hérna, já, þú ert komin áfram ef þú klárar í topp 7. Við sjáum að Valli að sækja eftir á Dimma og mér sýnist Hannes að taka Hannes að fara að taka fram á Valla og taka 3. sætið. Þeir eru hérna alveg hlið við hlið og Hannes með innri línuna. Ég held við séum að sjá Hannes taka 3. sætið af fyrrum liðsfélaga sínum. Jú, gerir það. Það innri línan sem ræður í þessari beygju. Gunnlaugur farinn. Hann hefur gefist upp, ekki séð fram á það að ná upp í topp 7. Hann og Dodd að gera fína hluti hérna í 5. sæti. Sindri, Brynjólfur. Þannig að eins og staðan núna þá væri Danni að sleppa inn. Hann væri að sleppa inn ef að Binni harður á því að vera ekki með í úrslitunum ef hann kemist þangað. Þannig við þurfum að sjá bara hvað gerist eftir það. Sjáum að Binni að sækja á Sindra. Þetta er algjör súpa hérna frá bara 4. sæti, 4., 5., 7. og 7. Kíkjum hérna til hans Binna. Sýnist Danni, Sindri hafa átt betra exit hérna út. En slipurinn fljótur að kikkin. Sýnist þetta satt ekki duga til, neini, hann alltaf langt frá alltaf að gera allegu hér. En hvað ekki, það hörku barátta hérna 3. sætið. Þegar annað, 3. og 4. það bara frá öðru sætum niður allt að gerast. Hérna erum við borð hjá hann Dodda. Hann ætlar að taka inn í línuna á Valla, spurning hvort hann náði því. Valli bremsar örlítið seinna og nær línunni að vísu skautar örlítið vítt, en ég held að hann sé nú með þetta eða hvað. Doddi að stinga sér hérna inn fyrir. Og Doddi þeir rekast held ég aðeins saman hérna. Valli með nefið fyrir innan, en Doddi komið í 4. sætið af hann og Valla. Og nú þarf Valli að fara á að gera hann og Sindra. Og þar næst honum Binna. Mikil spenna hérna í, ég ætlum ekki að segja midfieldinu, en hérna í topp 5, já topp 7 bara. Sjáum að Sindri að verja gegn hún og Binna. Binni að sækja hart. Svo einhver slagur hérna fyrir aftan líka. Það Hilmar, Ragnar og Hafsteinn. Ég ætla aðeins að fylgjast nánar með hérna fyrir ofan þar sem við erum að berjast sætin sem að komast í úrslitin. Hvað að gerast hérna? Valli að endurheimta mista af þessu. Ég sá þetta hann út undan mér. Valli endurheimti 4. sætið, tekur fram á Dodda í fyrstu beygju og virðist hafa átt betra exit og þar leiðandi í nokkuð góðri stöðu fyrir beygju, já þetta er þessi beygja 3 sem eru besti framúraksturstaðurinn á brautinni. Sjáum að Dimmi búinn að vera duglegur að sækja sér tímarefsingar hérna í þessari keppni. Hann með 2,4 sekúndur á sér. Greinilega búinn að vera að fara svolítið frjálslega með brautamörkin inn á milli. Þannig eins og staðinn núna væri Hannes að taka annarsætið og já, og líklega að taka þá 3. Sjáum hvernig þetta þróast allt saman. Sjáum að Danni að herja á Binna og svo Sindri þar beint fyrir framan. Maður veit bara ekkert hvað maður að fylgjast með. Það allt að gerast hérna. Ég ætla að kíkja borð hjá hann Danna. Skulum kíkja hérna bara í svona bumper view. Sjáum að dekkin aðeins fara að slitna dekkin. Þeir þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur af bensíni. Það meira en nóg bensín í tanknum fyrir allt reysið og þeir þurfa sjálfsög ekki að hafa neinar áhyggjur af dekkunum heldur. Danni með gott exit,
Nú hann kominn í stöðu til þess að gera atlögu á honum Sindra. Sindri tekur varnarlínu. Sjá hvernig við erum grunn nú að líklega best í stöðunni fyrir Danna að reyna að taka gott exit út úr þessari beygju. Hann búinn að neyða Sindra til að taka þrönga línu sem því að Danni getur tekið betra exit út úr þessari beygju, tekið draftið allan langa beinakaflan og stungið sér fram úr í beygju 3. Spurning hvort að náði því, sýnast nú að Sindri hafa náð ágætis exiti. Spurning hvort að Danni sé nógu hugrakur, taka dífinu á inn. Nei, ekki í þetta sinn, heldur langt frá til þess. Skemmtilegt livery hjá hann og Danna. Það verður mjög forvitnilegt að sjá hvaða livery Game TV strákarnir velja sem flottasta liveryið í þessari keppni. Ég mun senda á þá öll liveryin eftir keppnina. Það sé öll liveryin sem ég held að séu nú allir Game TV merktir. Og þannig að fylgist endilega með mánudagsstreaminu hjá Game TV annað kvöld. Þeir byrja yfirleitt klukkan 8 ef ég man rétt. Og þeir ætla þá að rúlla yfir liveryin og koma sér saman það hvaða livery þeim þykir flottast. Vinningshafinn fær eintak á Gran Turismo 7. Ívar stunginn af. Það bara þannig, svo sem ekki fyrst sem ég segi það hér í kvöld. Hann komið 10 sekúndna forskot á næsta mann sem Dimmi. Hann sér í 3. sæti, búinn að skilja sig frá restinni en það ennþá slagur þar fyrir niðan. Það 6/10 frá Valla niður í Dotta. Svo Binni þar fyrir neðan, Sindri í 7. Danni nú búinn að minka, búinn að missa Sindra svolítið frá sér og búinn að sækja sér 2,5 sekúndu í refsingu. Þannig að lítur ekki, lítur nú ekkert illa út fyrir hann ennþá þannig séð, nema þurfum að sjá hvað Binni gerir eftir þessi. Hann ætlaði að kúpla sig út. Þá myndi Danni líklega sleppa inn fyrir eftir hvernig hann gengur að losa sig við þessar refsingar. Sjáum að Raggi komin upp í 9. sæti. Hann búinn að vinna sig upp, við vistum að því hvað gerist fyrir hann. Hann var orðinn bara komin aftast í hópinn. Hafsteinn hér í 10. sæti, Hilmar 11, Pálmar 12, Sigurður í 13. sæti og Guðni Valur í 14. Ívar heldur áfram bara að negla tímatökurhringi. Aðeins fara að sjá dekkjunum hjá honum, aðeins meira heldur en á næstu mönnum en ekki það mikið að það er að fara að hafa neitt að segja. Dimmi heldur áfram að safna sér tímaræksingum, 3,6 sekundur Conor og hann akkurat núna. Annars engin mjög harður slagur akkurat núna. Það er kannski helst Binni Binni er farin að sækja á Valla. Hann bara, Valli hefur átt að slæma, mögulega slæmt exit inn í 3. síðustu beygina. Nú Brynjólfur aftur á móti komin í kjörstöðu til þess að taka draftið og skjóta sig fram á Valla. Hann að fara að gera það með sýnista, hann með inn í línuna. Valli ákvað að taka ekki varnarlínu, hann kannski frekar að fókusa á það að, Valli tekur cutback, Binni bremsaði aðeins og seint. Og Valli skaut sér bara inn fyrir aftur. Fyrir vikið núna Sindri að nálgast Binna. Fyrir ykkur sem eru að horfa, ef það ykkur að horfa sem ekki í hópnum okkar, endilega gangið í hann, finna bara Gran Turismo samfélagið á Facebook. Allir velkunni þar. Þeir eru bara flottur hópur fyrir okkur Gran Turismo nördana og eins líka ef þið viljið taka þátt í keppnum með fleiri Íslendingum. Þá þetta vettvangum til þess. Danni búinn að missa Ragga fram úr sér og búinn að bæta aftur við sig refsingum. Lítur ekki vel út fyrir hann Danna núna. Það að gerast þar fyrir ofan. Þetta nú aðeins búið að settlast niður núna. Það svona sekúnda pluss á milli flestra. Á meðan þetta svona rólegt þá skulum við kíkja aðeins borð bara hjá hann Ívari. Fylgjast með einum hring Red Bull Ring. Fyrsta beygjan hún ekki alveg eins kröpp og hún maður heldur. Maður getur, ef maður sker hana rétt þá getur maður haldið heilmiklum hraði í gegnum hana. Síðan tekum við langur, þetta ekki alveg kannski beint kafli.
en þetta flat out kafli. Vinstri likurinn hérna flokkaður sem ein beygja, þannig þetta þá beygja 2. Beygja 3 síðan krappa hægri beygjan og eins og ég búinn að segja áður, besti framúrakstur staðurinn á þessari braut. Auðvelt að taka draftið og outbreaka næsta mann. Svo tekum við annað beitkafli hérna niður og kemur að mínum að til leiðilegasta beygjan á þessari braut. Kemur hérna niður í móti, bremsa líklega í kringum 100 metra skiltið og kemur hægri beygjan niður í móti, svolítið svona off-camper. Það mjög auðvelt að yfirskjóta hann og fara út í sandinn og vera hérna löng afleiðandi hægri beygja og inn í tvöfalda vinstri beygju. Svona sá svolítið, kemur blind inn í þessi beygju, það blind apex svolítið, þannig maður þarf að vera búinn að leggja hana vel á minnið. Önnur vinstri hérna inn á lokakaflann. Getur tekið vel af kantinum hérna án þess að fá refsingu. Svo kemur inn í loka beygjusektionið, kemur hröð hægri beygja. Getur skorið svolítið kantinn hérna innanverðu, mátt ekki fara of hratt til þess að fara, ef þú fer of vítt hér þá færðu refsingu. Svo það að skera vel hérna pulsuna og beint inn á ráskaflann aftur. Æðislega skemmtileg braut, hentar flestu mótorsporti. Herðu, hér allt að gerast. Binni að sækja á valla, með sínist Binni hafa lent aðeins innan á valla, skotuð hann út fyrir. Valli fyrir vítt hérna. Hvað að gerast þar fyrir aftan Vall? Raggi heldur betur sókn, hann komin upp í 7. sæti. Sýnir Sindri ekki verið að hafa þetta, eða hvað, ætla Sindri að reyna að taka innri línu? Nei. Þeir halda áfram einn í slag. Sindri ætlar ekki að gefa neitt eftir. Sýnir Sindri hafa átt betra exit, hann að minnka þetta bil hægt og rólega. En bremsar örlítið seinna og ætlar að taka hérna bara klassískan framúrakstur. Og Sindri hefur þetta. Við erum á 12. hring af 15, ekki mikið eftir af þessu hjá okkur. En þetta bara riðill 1, riðill A þar að segja. Svo förum við beint í seinni riðilinn. Hann var ekki lendir hérna aðeins utan í Jón og Sindra. En ef það hefur farið fram hjá ykkur, þá það Game TV sem að sponsa þetta mót. Gefa velun fyrir efstu 3 sætin í úrslitakeppninni og svo velun fyrir flottasta liðið sem að verður það verður dæmt á morgun í beinni útsendingu hjá Game TV strákunum í mánudagsstreaminu þeir byrja klukkan 8 og endilega bara kíkja á þá, alltaf góð skemmtun. Hér erum við að sjá slaginn síðasta sætið sem að kemur þér áfram í úrslitin. Raggi og Sindri ætla ekki að gefa neitt eftir, en Raggi með töluvert betra exit út úr lokabeyginni og þarna þetta bara komið. Raggi að vísu duglegur að safna sér refsingu, komið tæplega 3 sekúndur í tímarefsingu fyrir að, það þá fyrir brautamörk. En Sindri sleppur ennþá inn miðað við það að Binni ætlar ekki að taka þátt í úrslitunum. Við þurfum að sjá hvernig það verður. Raggi komið tæplega 4 sekúndur í refsingu, hvernig staðan hér fyrir ofan. Binni var aðeins að vinna niður refsinguna sína þarna. Dimmi ennþá með sína refsingu en hann sleppur eins og staðan núna. Þetta nokkuð þægilegt hjá þessum efstu hérna. Hasarinn fyrir niðan, það endur aðeins, hann búinn að færast aðeins niðar núna Hasarinn. Sjáum að Danni búinn að skjóta sér upp fyrir Sindra. Mistum á því, hann að vísa ennþá með refsingu, hann hefur þennan hring pluss 2 í viðbót til þess að halda sér í 8. sætinu og losna við refsingarnar. Hafsteinn og Sindri að vísa með refsingu á sig líka. Það allt að gerast hérna í baráttunni síðasta plásið inn í úrslitin. Þetta slagurinn sem við viljum fylgjast með, það ekkert annað að gerast fyrir ofan, þeir eru bara allir búin að koma sér í þægilega stöðu. Nú krúsjál fyrir Danna að halda þessum snilligum fyrir aftan sig
og minnka línuna. Nei, línuna. Minnka penaltíð, segi ég. Hann með tímarefsingu á sér. Það nú þokkalega auðvelt að losna við þar á tímum hérna á Red Bull Ring inn í beygju 3. Sindri líka með refsingu, þannig að hann þarf eiginlega að hafa meiri áhyggjur af honum Hafsteini sem hérna bara í skottinu á honum og ekki með neina tímarefsingu á sér. Hvað gerir Danni? Heyrðu, Danni hann næra minnka refsinguna þarna alveg 6/10. Ef hann getur gert það aftur í næsta hring, já, hann þarf eiginlega að ná meira í næsta hring. Sindri líka búinn að minnka sitt penalty. Við höldum áfram að fylgjast með, ég ætla bara að horfa á úr sjónræðu Sindra. Heyrðu, Hafsteinn gerir svolítið mistök þarna, fer allt of vítt, missir Danna frá sér og Sindra fram úr sér. Þetta en óskastaða fyrir Danna. Þetta það sem hann vildi. Við sitjum hérna, já, við sitjum eiginlega á þakinu hjá hann og Sindra núna sem að elta Danna. Hvað að gera sem hérna? Danni ennþá með sekund á sér í refsingu, Sindri 0,6. Breytir samt ekki máli, ef maður klárar keppnina með refsingu að þá hún námyndast ekki, hún fer alltaf upp í næstu sekundu. Þannig að þú verður að klára allt penaltíð að þér, annars færðu allavega sekundu. Við erum að hefja síðasta hring. Staðan óbreytt á toppnum, ég ætla að halda áfram að fylgjast með þeim Sindra og Danna af því að þetta baráttan síðasta sætið inn í úrslitin. Brynjólfur sem hérna einhvers staðar fyrir ofan þá, hann ætlaði að gefa eftir sitt sæti til þess að því hann ætlaði að lýsa með mér hérna úrslitakeppninni. Þannig eins og staðan núna þá það 8. sætið að ná inn líka. Sindri með draftið. Það gerir þetta, hann reynir að feika Danni með innri línuna og bremsa þarna bara á sama tíma. Sindri Sindri búinn að klára refsinguna. Danni á ennþá 4/10. Hann þarf að losna við þá, annars missir hann Sindra fram fyrir sig. Nema að ná, ef að Sindri það hálf sekúnda á milli Sindra og Danna. Danni þarf annarkvort að losna við þessa refsingu algjörlega eða að mynda meira en 1 sekúnda bil í hann Sindra. Hann hefur ekki marga beygjur til þess að gera það. Sjáum að hann að bremsa snemma, hann að reyna að losa sig við þessa refsingu. En Sindri hangir í honum, hann ætlar ekki að gefa neitt eftir. Ívar búinn að sigra þessa keppni, við gleymdum honum alveg. Við höfum afsökunar á því, en við verðum eiginlega að fylgjast með þessum slag hérna. Þetta slagurinn síðasta sætið inn í úrslitin. Danni ekki að ná að slaufa þessar refsingu af sér og mér sýnist hann, fer vítt. Gæti fengið mér sér refsingu fyrir þetta ofan á þetta. Og Sindri stingur sér fram fyrir og Danni fær auka refsingu. Sindri nær sér í síðasta plássið inn í úrslitin á dramatískan hátt inn í síðustu beygju. Þannig að þeir sem að komast inn í úrslitin núna þá Ívar, Dimmi sem endaði annar, Hannes í 3., Doddi í 4., Brynjólfur eins og ég búinn að tannlast þér á að hann ætlaði ekki í úrslitin. Þannig að Valli fer í úrslit, Sindri og Hafsteinn. Þannig þetta verða þeir 7 sem að fara í úrslitakeppnina og nú erum við einfaldlega bara að bíða eftir að síðasti maður klári sem hann Sigurður. Sigurður að taka inn það smá donuts fyrir áhörundur. Hann ætlar að klára afturdekkin sýnist mér. Þá verður farið í einfaldlega að smala saman hópnum í riðil B. Kemur Siggi og klárar síðasta hringinn. Kemur í mark í 12. sæti. Þá riðil A lokið. Ívar sigraði þetta með miklu öryggi og kominn þar að leiðandi áfram inn í úrslitin. Þau verða að keyra á Spa. Skulum seifa hérna replayið af þessu. Fínt að eiga það. Svo tek ég ætla að taka skjáskot hérna af úrslitunum.
Látum okkur sjá. Þá þarf ég bara að nú eru allir að þau eru allir að fara dett út. Gefið mér augnablik, ég er hérna að fara að pikka í Capitur, að fara dett inn. Kannski við hæfi að breyta nafninu á lobbyinu. Því að nú er þetta ekki lengur riðil B, niður riðil A, nú erum við dett í riðil B. Það er bara hann guðinn eftir, við þurfum bara eiginlega að handvirst að skella honum hérna út. Svona, heyrðu. Ég henti ávart honum Ásgeir út, það var nú ekki viljandi. Hvað er Ásgeir? Hún er að hrúast næstu mennin. Heyrðu, ég þarf víst að sjá. Heyrðu, ég þarf að gera nýtt lobby að því ég kikkaði óvart honum Ásgeir út. Þá kemst það víst ekki aftur inn. Smá klúður hjá hæstvirtum keppnisstjóra. Það er bara svoleiðis. Það er þetta. Ræsum við nýtt lobby. Æja, þá hrúast allir inn aftur. Jæja, það eru bara allir að detta inn, það vantar einn í viðbót. Þá förum við bara alveg að vera klárir í riðil B. Hvern vantar inn? Þetta má kunna sjá. Þetta er allt saman menn sem eiga að vera hérna. Og þarna kemur Kristján Einar. Kristján Einar sjálfur hann ákvað að dempa sér í þetta mót með okkur. Langt sem við höfum síðan í GTS-inum, en hann er mættur, gaman að sjá hann aftur.
Það skulum við bara segja að við ræsum kól í 21.15. Svona, herðu, þá skulum við aðeins rúlla hérna yfir liverín. Like putti sig Guðmundur Orri. Heyrðu, þá skulum við rúlla snöggast hérna yfir keppinautarnar sem eru í riðli B. Afsakið þessar þagnir alltaf hérna, ég svona að vinna bak við tjöldin að koma mönnum inn á braut í hérna hópchatinu. En það hérna hann Agnar sem að keyrir í Tier 3 deildinni, Ásgeir sem að keyrir með Tasty Racing í Tier 1, Gunni Agga, hann keyrir í Nokko Racing Team í Tier 2, Sævar Helgi í TQ Racing í Tier 2, Þorsteinn keyrir fyrir Toyota Gazoo Racing Iceland í Tier 1, Jón Ægir í Biko Racing í Tier 1, Gretar, hann keyrir í Leppin Racing Team í Tier 2 deildinni, Róbert Þór keyrir í Thor Racing Team í Tier 2, Björgvin keyrir í Part-Out Racing í Tier 3. Gleymdi þetta að minnast á það að hann Agnar keyrir í MS Racing með MS á baku sig. Eiður, hann keyrir með hann Sævar í TQ Racing í Tier 2 deildinni. Kristján Einar ekki í deildinni en hann hann mættur hérna bara í kolsvörtum pit-mertum bíl, það við hæfi. Guðmundur Orri keyrir fyrir Toyota Gazoo Racing í Tier 2, Illu að keyra í Tier 3 deildinni. Svo það hann Bingo Bjartur, hann Ingólfur, hann var að keyra með okkur á síðasta tímabili, hann hefur ekki sést fyrir nú. Og svo það hann Maggi pappans sem hérna, sem keyrir með, hvað kalluðu þeir sig, Faster More Furious Racing í Tier 1. Þannig að það ágætið suðupottur af keppendum hérna. 2 mínútur í tímatökur. Það verða 5 mínútur eins og áðan, þetta verður bara nákvæmlega eins. Heyrðu, nú erum við að fara að detta í gang, klukkan 14 mínútur yfir. Það allir mættir. Sjá, nú förum við að rúlla þess að það bytta nú við. Ingo farinn. Þarf ég að fara aftur hérna á baku tjöldin. Sjá hvað að gerast. Hvort hann sé í einhverjum vandræðum. Sjá hvort að hann Ingo kom ekki aftur.
heyrist ekkert frá honum í grúppchatinu. Hilmar, ég seifaði replayið, ég er ekki búinn að séra því, ég skal séra replayið honum bara eftir á. Ingo datt út, þarna kemur Ingo aftur. Hilmar, það eru engar kærur í sjálfu sér í þessu hjá okkur. Heyrðu, jæja, þá erum við að fara að detta í gang vonandi. Það allir konur út á braut. Þá getum við fyrir loksins fyrir að byrja þetta. Áttum við bara að ræsa kvöli, þetta verður aftur 5 mínútur, nákvæmlega eins og áðan. Vonandi lendum við ekki í pitback eins og áðan. Það væri fúlt. Við viljum bara láta þetta ganga. Þetta sterkur riðill, rétt eins og fyrir riðillinn. Og það verður mjög fróðlegt að sjá hverjir landa topp 7 sætunum. Mér sýnist allt ætla að fara bara þokkalega vel á stað. Vona ég. Það allavega allir að róla út. Það setur enginn eftir fastur í pittunum og það er mjög jákvætt. Þannig að núna tekur við 5 mínútna tímataka sem menn reyna að setja saman einhvern tokkalega hring. Síðan verða þá efstu 7 úr keppninni áðan pluss efstu 7 í þessari keppni sem að detta inn í úrslitakeppnina sem við keyrum bara í beinu framhaldi af þessari. Það verða 12 hringir á spa, öðru leyti nákvæmlega sama setup. Það verða 5 mínútna tímatökur og 12 hringir, aðeins færri hringir þar sem við fá töluvert lengri braut. Við sjáum að Agnar var langfeistur út og hann að fara að henda í fyrsta hotlapin eftir augnablik. Hann þarf allavega ekki að áhyggjur af umferð fyrir fram á sig. Hann með auða braut og getur bara núna dælt inn tímatökur hringjum. Þú ert ekkert að fara að taka pitstop á 5 mínútna tímatökum. Sama sinnis Guðmundur Orri, hann þarf ekki að miklar áhyggjur. Skautar hana út úr síðustu beginni, það er mjög auðvelt að yfirskjóta hana. Sjáum hvernig þetta fyrir allt saman. Menn eru hér að keppast að komast í úrslitin til þess að vinna sér inn mögulega heyrnartól eða Gran Turismo 7. Svo minni á, ég sé að það er búið að bæta svolítið af áhörnundum inn í útsettinguna hjá okkur að það er sérstök keppni sem hefur keppst flottasta liveryið, sérstök Game TV liveryið. Það er Game TV sem að sponsora þessa keppni, þetta mót og þeir ætla að strákarnir að velja saman það livery sem þeim finnst flottast í beinni hjá þeim í mánudagsstreyminu annað kvöld. Þannig að það verður mjög gaman að sjá hver hreppir Gran Turismo 7 eintak fyrir það. Sjáum að menn eru búin að
dreifa vel úr sér á brautinni, þannig vill maður hafa þetta. Það allir hérna í góðum gír. Og nú fyrsti hringur að klárast í tímatökum, það hann Agnar sem að líkur honum. Þeir ná nú ekki meira en 2 hringjum. 39.6. Sjáum hvort að Gunni ná að bæta það. Gunni slæðir það út 38.6. Ásgeir 39.4, Sævar Helgi 39.7, 38.6 hjá Róberti. Jónægir 38.5, Kimi Sigurðar Áspól. Guðmundur Orri hefur lent í ykkur vandræðum, 1.53.9, Maggi 39.5, Bingo 39.1, 39.5 hjá Kristjáni. Hverjir eru næstir? Gretar 1.42.5, 43.8 hjá Eið, 49 hjá Illuga. Fullt af tímum konur í hús, 1 hringur eftir. Eins og staðan núna Jónægir með svo við segjum provisional pole position. Ég veit nú ekki hvað maður á að kalla það á íslenskunni. En hann ætlar ekki að gefa neitt eftir hérna Róbert. Já, nú munar nú ekki miklu hérna á það ekki nema hálf sekúnda frá fyrsta niður í 5. og kvart sekúnda frá fyrsta niður í 4. Þannig það getur verið von á hörkukapastri hér í kvöld í riðli B. Sjáum að Ingólfur nú eitthvað, hann að lagga svolítið mikið. Vonandi að það verði ekki í keppninni, það alltaf svolítið óþægilegt að keyra fyrir aftan eða í kringum keppanda sem að lagga svona mikið. Vonandi að það verði ekki til vandræða. Sjáum að Gunni skýtur sér upp í annarsætið með seinni hringnum sínum. Tímatökurnar eru búnar, menn eru bara að klára þá tíma sem að eða þá hringi sem þeir eru að setja. Og Þorsteinn 38 sléttar bara tekur hérna langbesta tíman á seinni hringnum, 4.10 á undan. Kristján Einar kemur sér upp í 7. sæti með 39.1. Þannig staðan það var Þorsteinn sem að ræsi fremstur, Jónægir annar, Gunnar 3., Róbert 4., Guðmundur Orri 5., Ingo 7., Kristján Einar 7., Sævar 8., Ásgeir 9., Agnar 10., Maggi 11., Illugi 12., svo það Gretar hérna í 13., Björgun 14. og Eiður 15. Nú ættu við ekki allir búnir. Eitthvað ennþá á hring? Nei, þetta kláraðist tímatakan. Og við rúlum á stað beint í keppni. Sama setup á áðan, 15 hringir. Og ef að fyrir keppni var einhver vísbending hvernig þessi keppni verður, og þá von á fullt af baráttu, hörkuslag. Sjáum hvort að hvernig störtin vera, því hér skiptir viðbragðið máli. Það hægt að þjófstarta hjá okkur í þessari keppni. Því miður sjáum við ekki ljósin. Við þurfum bara að sjá hvernig keppnir fara á stað. Og það grænt. Gott start hjá Þorsteini. Bara fínt start hjá flestum sýnist mér. Þorstein Jónægir bremsar seint inn í fyrstu beygju, tekur forystuna. Jónægir kom í fyrsta sæti eftir gott start og var, bremsaði bara síðastur þarna allra af þessum fremstu mönnum. Gunni kom upp í annarsæti, Þorsteinn búinn að tapa 2 sætum í startinu. Sýnist hann að vísu geta mögulega náð, nei, Gunni tekur hérna flotta ytri línu og komin í annarsætið, hangir í skottinu á Jónægi. Þéttur hópur. Það erfitt að reyna átta svo öllu sem að gerast hérna svona rétt í byrjun. Sé Ívar mættur í spjalli til lukku með geggjaðan sigur Ívar.
ég var að hljópa í burtu með þetta áðan, spurning hvernig gengur á spa hér eftir stutta stund. Herru, Gunni, ég misti af þessu. Gunni búinn að skjóta sig fram fyrir Jónæi og komin í forystu. Jónæi annar, Þorsteinn 3., Róbert 4., Guðmundur 5., Kristján komin upp í 7. sæti, Sævar Helgi komin upp í 7., Ingo búinn að detta niður í 8. sætið. Það allt að gerast hérna. Kíkjum að svo toppinni nattur. Það allt með kyrrum kjörum. Gunni fer vítt út úr síðustu beyjunni. Fer nú líklega refsingu fyrir þetta. Jú, 3 sekúndur í refsingu fyrir þessa ævintýraferð. Jónæi heldur forystunni. Skiptast á Gunni og Jónæi. Það í sjálfu sér skiptir ekki öllu máli hvar þú endar svo lengi sem þú endar í topp 7. Þegar topp 7 fara áfram í úrslitin. Ef ykkur eru með fleiri en eitt skjá að horfa þá veit ég að Kristján Einar með streymi í gangi líka frá sínu sjónarhorni. Held að ef ég maður rétt heitir hann bara Kristján Einar á Twitch og að streyma þar. Þannig að ég geti sett auka skjáin eða síman í gang þar og séð svona inside view. Óbreytt staðan á toppnum. Það Jónæi, Gunni ennþá með sína 3 sekúndur í refsingu. Þorsteinn 3., Róbert 4. Róbert síðan líklega eitt sá litskrúðustu hérna í kvöld. Litskrúðuvesti segi ég. Guðmundur Orri hundeltir Kristján Einar. Báðir miklir formúlumenn. Þeir sem fylgjast með formúlunni á Viaplay eða hlustið á pittin ættu nú að kannast við hann Kristján Einar. Og Guðmundur Orri maðurinn á bakvið F1 á Íslandi grúpuna, mikill meistari. Þannig að hér eru miklir F1 áhugamenn á svæðinu. Sævar fann að fara að fylgjast vel með hérna fyrir aftan sig sem að Ingo að sækja á hann. Ingo ennþá að lagga svolítið. Þannig eitthvað vesen með netið hjá honum. Tinna Kari, já það var Guðbjartur, já hann að lagga svolítið. En það sjáuði hópin hérna. Agnar, Ásgeir, Eiður, Maggi, Illugi, allir í einum napp. Þetta fór bara alveg merkilega vel. Þessi slagur hjá þeim þeir eru að fjarlægast svolítið þennan fremri hóp. Það oft þannig að þegar maður að slást við aðra að þá tapast tími og þeir sem eru á undan manni vinna tíman á móti. Ingo er farinn. Spurning hvort að netið hafi gefið sig hjá honum. Hann var greinilega ekki með stöðustu tengingu í heimi. Hann var að lagga ansi mikið, en við kannski fáum að heyra frá Guðbjartur bróðir hans hérna í chatinu. Hann kannski segir okkur hvað gerðist. Það óbreytt staða hérna, en það Róbert og Þorsteinn, þeir eru í miklum hnappið. Það topp 6 eru búin að skilja sig alveg frá. Róbert, Þorsteinn, Kristján og Guðmundur eru hérna allir í bara einni bunu. Þeir náttúrulega vilja kannski ekki taka miklar áhættur í framúrakstrum þar sem að markmiðið að komast í gegnum niðurskurinn, enda í topp 7. Jónæi að reyna að slíta togið. Gunni hann búinn að minnka svolítið refsingun, en Jónæi búinn að næla sér refsingu líka. Það auðvelt að sækja sér refsingar á þessari braut. Það eru ákveðnir staðir, sérstaklega síðustu 2 beygjurnar og fyrsta beygjan. Það sem mjög auðvelt að sækja sér refsingu ef maður of gráðugur. Sjáum að Jón tekur hérna varnarlínu. Tekur inn í línu og það svolítið erfitt að taka fram ára utanverðu í þessari beygju, en Gunni með frábært exit. Guðbjartur segir hérna, já, Ingo vildi ekki skemma fyrir öðrum með laggi. Ég skil. Já, fullt. Netið var greinilega eitthvað í vandræðum hjá honum. Það mjög herramannslega gert af honum. Því að svona lagg getur stundum valdið. Við höfum séð það í keppnina sem það veldur vandræðum. Vonandi
Vonandi sjáum við Ingo bara aftur, kannski 10-3 möguleik tíma við tækifæri. En það er ennþá nóg að gerast hér á breytinni. Það er óbreytt staðan. Þeir eru hérna bara í einni halaróu. Bara frá 1. til 7. sætis. Það er bara ekki nema 2 sekúndur sem skilja að 1. og 7. sætið. Svo er Sævar í 7. sæti, hann er að missa þennan hóp svolítið frá sér. Og það er, heyrðu, byrju, Maggi og Eiður. Nei, Maggi og Eiður. Þeir eru hérna ansi þétt saman. Maggi er líka í svona skemmtilega sýnilegum litum eins og Róbert. Alveg neonbleikur. Hér sjáum við svo Grétar, 12. sæti, Illuga í 13. Björgvin hefur greinilega lent í einhverjum skakkaföllum, hann er hérna í 14. sæti, töluvert fyrir aftan rest. Hvað er að gerast hérna á toppnum? Róbert fór vítt, Þorsteinn allt í hennu bara búinn konum í 1. sæti. Ég er með replay, hvað er ég að gera? Við langar að sjá hvað gerðist. Gunni skoppar hérna vítt. Þorsteinn einfallega bara tekur fyrstu beyguna fullkomlega meðan aðrir voru í einhverju smá vesinni og tekur fórustuna. Nú þurfum við að sjá hvað hefur gerst á meðan ég horfði á þetta replay. Heldur hann fórustuna? Jú, hann er með fórustuna áfram. Gunni og Jón Ægir báðir búin að losa sig við refsingarnar sínar og eru hérna bara hlið við hlið. Jón Ægir vísum innrlínuna sem er þar sem þú vilt vera í þessari beygju. En ef að Gunni nær að láta innrlínuna virka þá á hann innrlínuna í næstu 2 beygjur. Sjáum að Jón gefur ekki neitt eftir. Hann skilur eftir það bil pláss fyrir 1 bíl. Gunni nær að láta þetta virka, komin upp í 2. sætið. Sjáum að Guðmundur Orri komin upp í 4. Kristján er 5. Róbert er dottinn niður í 7. sætið. Sáum hann í smá skakkaföllum að náðan. Við erum með mjög gott áhrif hérna á þetta streymi, fullt af fólki í streaminu. Bara svona rétt að skjóta inn ef það er einhverjir að horfa sem hafa ekki fylgst með okkur reglulega að endilega kíkið í hópinn okkar á Facebook. Við erum með hóp sem heitir einfaldlega Gran Turismo samfélagið og það er í raun bara almennur hópur fyrir áhuga fólk Gran Turismo sem og bara aðra svona kapastushermi leiki og við notum þann hóp einnig fyrir allt utanum allt í kringum GTS Æsland mótaröðina. Þannig að endilega kíkið þær inn eða viljið fylgjast með okkur, taka þátt í keppnum eða bara taka þátt í umræðum og hafa gaman. Allir velkomnir. Það ætlar ekkert að minnka slagurinn hérna. Sjáum að Kristján er að reyna að skjóta sér inn fyrir Róbert, næra því. Bremsa seinna, stingur nefinu fyrir innan, kominn meir en hálfur framfyrir, þannig að hann hafði rétt á plásinu. Og mér sýnist hann er allavega með innrlínuna inn í þessa leiðinlegu hægri beygju niður brekkuna. Eða hvað, Róbert hefur átt betra exit og er komin framfyrir. En hvað gerist fyrir að þetta er tæft og Róbert muni vera með innrlínuna inn í vinstri beygjunar 2. Þannig að, hvað? Jó, Róbert bara komin framfyrir. Kristján bakkar út. Hvað er að gerast annars staðar? Jón og Gunnar halda áfram að slást. Sjáum að Róbert er komið hraðasta hring í þessari keppni. Það eru í raun engin stig núna, vanalega í deildakeppnum og það færðu auka stig fyrir að vera með hraðasta hring en þar sem að hér eru við einfaldlega bara að keppa að komast í úrslitakeppnina þá er engin stig gefin fyrir, það eru bara engin stig gefin yfir höfuð, þú bara kemst áfram eða ekki. Þorsteinn búinn að endurheimta fórustuna, hann ræsti af Ráspól, var með langbæsta tíman í tímatökunni, lenti í vandræðum hérna í startinu en er búinn að endurheimta fórustuna og virðist alltaf að halda ágætlega í hana. Restin það er nú helst lagur hérna bara milli Kristjáns og Róberts. Kíkjum kannski bara borð hjá honum Kristjáni, þarf að gera þetta svona. Kíkjum borð hjá Kristjáni. Sjáum hvort hann ná að elta Róbert uppi. Náði sér hérna í halva sekúndu í refsingu.
Kristján tæpur. Búinn að missa Róbert aðeins lengra frá sér. Þetta er helsti slagurinn á brautinu akkurat núna, en við höldum okkur bara hér. 4. til 7. sætið. Já, eiginlega 2. til 7. sætið. En nú eru það hérna að sjá að Jón Ægir er að sækja hart á Gunna. Þetta er gaman því að þeir eru báðir í sama litaþema. Svartir og gulir. Gunni er í hérna McLaren, hvað kallast það? P1 GTR litaþemanu svolítið. En það virðist vera svolítið bara orðið svolítið svona status quo í þessu hjá okkur. Menn eru ekki að taka óþarfa sénsa, enda í sjálfu sér kannski ekki ástæða til. Svo lengi sem þú ert í topp 7. Það er, já, Sævar Helgi er í 7. sæti. Það vísu er Ásgeir að nálgast hann. Við gætum fengið mögulega einhvern slag hérna milli Sævars og Ásgeirs síðasta sætið inn í úrslitin. Kíkjum aftur á þá hérna og eftir. Róbert, hann er að sækja hratt á hann Gumma. Kíkjum aðeins borð hjá hann Róbert er búinn að ná að slíta Kristján frá sér. Eins og staðan í dag þá er það Róbert sem að leiðir, Róbert er í öðru sæti í Tier 2 deildinni núna á vortímabili. Hann ætla sér fram á Guðmundi, eða reyna það allavega, en það er besti staðurinn eins og ég minntist á áðan, er að reyna að taka betra exit út úr fyrstu beygju, jafnvel að reyna að, ef maður nær draftinu, að reyna að þvinga hinn í þrönga línu, þá getur maður tekið betra exit, skotist síðan fram úr beinakablanum eða á bremsupunktunum inn í beygju 3. Kíkjum hérna bara á stuðana hjá hann Róberti. Sjá hann Guðmundur skýtir sér til hliðar, reyna að slíta draftið. Nú gæti myndast tækifæri hjá Róberti ef hann nær góðu exiti hérna út úr beygju 1. Að vísu er Guðmundur með slipstreamið eða sérst kjölsogið frá þeim keppinónum fyrir framann, en Róbert er að vinna á, sjáum tíman minka hérna í vinstra megin, sjáðu tíman lækka, en Guðmundur tekur inn í línuna. Spurning hvort að Róbert ná ykkur köttbakki hérna. Þeir bara rekast þarna aðeins saman. En nú er Guðmundur með innri línuna. Það er meira en að segja að taka fram úr að utanverðu í þessari beygju. Gera þetta bara báðir mjög vel. En ég reka augun í hérna fyrir framann. Jón Ægir og Gunni eru farnir að slást aftur. Jón Ægir aðeins stingur sér að utanverðu. Það er pláss gefið, hann ætlaði að reyna að hugsa það, taka inn í línuna, en hann er síðan komið Guðmundur alveg í skotti líka. Ég sé eitthvað slag, byrju nú við. Þessi slagur milli Jóns og Gunnars er að valda því að Guðmundur og Róbert fyrir aftan þá eru að ná þeim og þeir eru bara búnir að ná þeim, þannig að þetta eru 4 bíla slagur annað, 3., 4. og 5. sætið. Hvað er svo Kristján? Kristján er aðeins búinn að missa þennan hóp frá sér, 1,5 sekúndu þarna á milli. Sem að Gunni tekur innri línu. Þetta getur orðið til þess að Jón reynir cutback, nær því ekki. Þetta er bara eins og séu límdir saman þessi 4. Og Róbert metra því að Róbert ætlar að nær hérna draftinu af honum Gunna. Hvað er að gerast? Jón Ægir held ég, það er smá draugagangur hérna í gangi, það er bílarnir breytast í ghost þegar þeir eru að lækka penaltíið niður. Þá er þetta að keyra í gegnum mann og annan. Sjá, þeir eru að nuttast næðið saman. Gunni með innlínuna. Smá snertingarna sem að verður til þess að Jón fer aðeins vítt. Gummi ætlaði að taka innlínuna, Jón lokar bara hurðinni.
Fyrst að passa sig að verða ekki að lenda ekki í einhverju óhappi sem að myndi tapa sætunum fyrir þeim. En nú sjáum við að Kristján mættur aftur í þennan slag í 7. sætinu. Ásgeir búinn að fjarlægast Sævar, þannig að það er ekkert að gerast þar. Við höldum áfram að fylgjast með þessum slag hérna 2., 3., 4., 5., 7. Hvílíkur hópur. Gunni heldur ennþá á haus í öðru sæti, Jóna í 3. En að vísu Gunni hérna með refsingu. Við erum að klára 10. hring sem þýðir að það eru 5 eftir í þessari keppni áður en að við vindum okkur í úrslit. Hvar er Maggi? Spyr Guðbjartur. Hvar er Maggi? Hann er hérna í 9. sæti að elta Ásgeir á bleika bílnum sínum. Virkilega skemmtilegur. Maður sér hann alveg maður sér hann á miklum fjarska, hann er svo bjartur. Hvað er að gerast hér? Það er ennþá, þetta er bara algjörlega óbreytt staða. Gunni er að ná að vinna niður þessa refsingu sem hann er með á sér, en annars er þetta bara óbreytt. En við hvað eru búin að keyra lengi þétt saman, allir þessi bílar, þá er þetta bara búið að ganga útrúlega vel fyrir sig. Það er ekki hægt að segja annað. Virkilega flottur akstur. Sjáum að Gummi er að vísu í smá vandræði með tímarefsingu, hann er með 1,5 sekúndu á sér. Þegar hópurinn þetta þéttur á, gæti það valdið vandræðum upp á stöðu á braut allavega. Þetta verður ekki kannski áhrif á hvort hann komist í úrslitin eða ekki, eins og staðan er núna. Sjá, Jóna allir eru að sveigja fram og tilbaka, reyna að slíta draftið frá hver öðrum. Þetta er algjörvisla, maður getur allir þessir ökumenn geta endað einhvers staðar á þessu stað, 2. til 7. sæti, þeir getur allir skipt sætum. Maður veit ekkert hvað er að fara að gerast hérna á meðan keyrir Þorsteinn nokkuð örugglega í 1. sæti, slær ekki feilslag. Sama Róbert er að gera hérna allegu að honum Guðmundi. Guðmundur hefur þetta sýnist mér. Kristján fylgist með þessu öllu hérna fyrir aftan. Guðmundur, Jón Ægir er kominn upp í 2. sæti, búinn að taka fram á Gunna. Þeir eru búin að vera að agnúast hérna saman alla keppnina. Og kemur Guðmundur hérna aðvífandi. Nú er slagurinn á milli Guðmundar og Róberts. Gunni Gunni tekur hérna nett slæt fyrir áhörfundur. Þetta er lista vel keyrt hjá þeim, það er ekki hægt að taka það af þeim. Guðmundur heldur áfram að bæta í refsingarnar sínar, komið 3 sekúndur. Það er ekki að fara að hjálpa honum í þessum slag. Kristján Einar, þeir lenda hérna aðeins saman, Kristján og Róbert. Hann ætlar að taka innlínuna á Guðmund. Hann er komið fram fyrir Róbert. Kristján er líka búinn að sækja sér refsingar upp á 2 sekúndur tæpar. Guðmundur vígt. Kristján er að fara að taka 4. sætið sýnist mér. Á meðan eru Gunni og Jóna búin að slíta sig frá. Sýnist Jóna rekast aðeins saman. Jóna með innlínuna, en Gunni komin upp í 1. sætið, 2. sætið segi ég. Kristján komin upp í 4. Guðmundur dottnir í 5. sætið og Róbert í 7. Nú er þetta orðið 2 hópar eiginlega, það er Gunni og Jóna sem hafa slitið sig frá. Nú er það Kristján sem leiðir seinni hópinn. Hann þarf að losna við þessa refsingu. Að vísu er Guðmundur Orri með juicy refsingar á sig líka, en Róbert hann er greinlega búinn að vera góður strákur hér í kvöld. Hann er ekki með ekki einasta sekundu brota á sér. Þannig að ef Róbert nær bara að halda í þessa 2, hann skýtir sér hérna í gegnum hann aðeins. Hvað er langt í Sævar, spyr Sigurður. Sævar, hvað er það? Jú, hann er hérna.
Það eru 7 sekúndur. Maggi eftir hann, Maggi í mikilli sókn, hann kominn upp í 8. sætið og er að elta Sævar. Hann hefur að vísu ekki langan tíma til þess að ná honum, hann hefur 2 hringi í viðbót til að ná Sævari. Við kíkjum á það aftur hérna eftir skamma stund, sjáum hver staðan þar og það er áfram hvílíkur slagur hérna í 3., 4., 5. sætið. Þetta er alvöru keppnir, segir Sindri hérna. Já, þetta er búið að vera rosalega harður slagur alla keppnina og búið að vera bara klín og flottur akstur, verð ég að segja. Var svolítið nudd í gangi í keppnina á þann, það er ekki hægt að nutta því. Þetta er svo sem eru GT4 bílar og það er oft svolítið svona verið að nutta hörðum saman. Þetta er búið að vera virkilega flottur akstur hér í kvöld hjá þessum ökumönnum. Herru, hvað er að gerast? Gunni og Jónægir halda áfram að skiptast á sætum. Sýnist Jónægir hann ætlar að reyna að taka á honum annarsætið. Nægandi, hann með innrlínuna. Jú, Jónægir er komið með þetta, annarsætið er komið aftur í hans hendur. Við erum á næst síðasta hring. Þorsteinn er búinn að slíta sig alveg frá 5 sekúndur frá honum í næstu menn. Kristján er að elta Róbert með draftið. Heyrðu, já, Róbert. Ég mista því, Róbert var í 7. sæti áðan. Hann hefur tekið fram á þeim báðum, Kristjáni og Guðmundur. Heyrðu, hérna er að mynda slagur. Maggi er í miklum ham. Hann er að ná Sævari. Það voru 2 sekúndur rétt áðan, tæp sekúnda núna og við erum alveg að fara dett inn í síðasta hring. Erum við að fara að sjá Magga gera allega Sævari í síðasta hring. Þetta er baráttunum síðasta sætið sem hann nær inn í úrslitin. Það er allt að gerast hérna. Það er eins spennandi á þessi slagur er hérna 4., 5. og 7. sætið og þá hefur slagurinn 7. sætið meiri þýðingu. Sjáu dekkinni á Magga á móti dekkjunum hjá Sævari. Sævar ekki með penna. Þetta meina pinna. Ég held að Sævar sig á stýri, ég er ekki viss að því. En við sjáum það að Maggi er bara kominn. Ég ætla að kíkja upp borð hjá Magga núna, það er ekki hægt annað. Dekkin hjá honum eru mun betri. Sævar að vísu með betra exit út úr fyrstu beyjunni. Þetta getur verið dýrt. Við erum að koma inn í besta framarastu staðinn á brautinu og Maggi er ólangt fyrir aftan til að geta gert eitthvað í því. Já, penalty. Jú, heyrðu, Sævar er með penalty. Hann er nú líklega að slaufa því af sér hérna. Jú. Engin refsing lengur. Nú er þetta bara pure race. Ég sé á mappinu að það er ennþá slagur í gangi hérna fyrir ofan en við verðum að... Þetta er þýðinga meiri slagur. Maggi bremsar seinna, lendir aftan á Sævari. Engin skaði skeður. Er Sævar að fara að halda þessu, það þarf ekki mikið til. Það er erfitt að taka fram úr í þessum beyjum ef þú vilt halda eitthvað hraði gegnum þér. Svo er spurning hvort að nú þarf Sævar að passa sig alveg sérstaklega vel að ná sér ekki í refsingu í síðustu 2 beyjunum. Það er sá staður á brautinni sem er auðveldast að sækja sér refsingu. Eitthvað segir mér að Sævar sé sveittur undir stýri núna. Þorsteinn er búinn að sigra keppnina. Öruggur í úrslit. Maggi tekur víða línu, getur fengið refsingu fyrir þetta. Sem sýnir Sævar ætla að halda þessu. Jú, Sævar heldur 7. sætinu. Maggi var alveg, hann hefði líklega ekki þurft meitringi viðbót. En Sævar kemst í úrslit. Rétt sleppur inn með Magga brjálaðan fyrir aftan sig. Kristján 7. Guðmundur var 5. Jónægir við dottu niður í 4. sæti, við mistum af því. Róbert 3. Gunni 2. og Þorsteinn sigraði þessa keppni. Frábær keppni, virkilega vel leikið hjá þeim og nú erum við að fara að sjá efstu 7 úr þessari keppni á móti efstu 7 úr síðustu keppni fara að keyra á spa til úrslita. Þar sem efstu 3 fá verðlaun frá Game TV. Það þurfa bara að hingra, það er ykkur að klára.
Þá þarf ég að fara að smala í loka lobby. Seifum replayið. Taka skjáskotin sem að skipta máli. Svona, þá ætlum við bara að breyta þessu lobby yfir í úrslit. Hvar er það? Hérna er það. Nú sjáu þið líklega bara bláan skjá. Ég er að finna hérna skjáskotin sem ég tók svo ég geti smalað réttum keppendum í lobby. Hvað er ég að gera? Svona. Herðu, það eru þá Ívar, það er Dimmi, það er Hannes, það er Doddi og það er Valli, Sindri og það er Hafsteinn. Og nú er það hann Binni sem ætlar að lýsa, já ég þarf að bjóða Binna í partí. Sjá. Nú þarf ég að finna hann Binna, hvar er hann kallinn? Það þurfum bara að býja til að Binni joini mér hérna, hann ætlar að lýsa með mér þessari úrslitakeppni þar sem að efstu 14 ökumennirnir taka þátt. Jæja, blessaði Binni, heyrir í mér. Blessaði, ég heyri vel í þér, en þá er að stóra spurningin, heyra áhorfundur í þér. Þið sem eruð að horfa, látið mig vita hvort þið heyri bara í mér eða hvort þið heyrið í Binna líka. Það er skemmtilega að þið heyrið í honum líka, svo ég sé ekki að tala við sjálf á mig í allt kvöld. Ég hef búin að gera það í klukkutíma, fínt að fá smá félagskapið núna. Nei, segir Sigurður, heyrðu, Binni, þú þarft þá að fara í, ert að pleysinu 4 eða 5? 4, ef þú getur farið í partíið, þú átt að geta farið í party settings. Og þar áttu að geta gert eitthvað að láma í voice to be shared eða eitthvað þannig. Og þá ætti ég vonandi að detti inn núna. Alright, er þetta komið breytt hjá þig núna? Já, það er breytt hjá mér núna. Ok, hvað fólk í mér? Heyrið í Binna núna áhorfundu góður? Sjáum hvað þið segja, alltaf smá delay á streaminu og... Já. Þannig heldur betur skemmtileg keppni framöndan. Já, segðu, heyrðu, jú Sigurður staðfestir, það heyrist í þér. Já, ljómati. Þá erum við bara í toppmálum. Hverjir eru mættir hérna? Sjá. Dimmi, Ívar, Hannes, Sævar, Gunni, Þorsteinn, Gumi, Jón Ægir, Róbert, Sindri, Hafsteinn, Valli, Kristján. Það vantar ykkur einn. Hver er síðasti söðurinn sem vantar? Já, ekki vera, já. Það eiga að vera 14 sko, jú, þarna koma, Doddi. Þá eru bara alltaf að fara að gerast sko. Þetta er að koma sér á brautina. Já, ég ætlu stefningi bara að ræsa tímatöku klukkan 10, ég held að það sé bara fínt. Já. Þetta verður nú eitthvað skrautlegt start, þessi hairpin.
Þessi herpinn hérna eftir startið, það verður eitthvað skrautlegt að menn að tróða sig með vegnum og þetta verður eitthvað. Þetta verður eitthvað, vonandi, þetta var nú mjög klín og flottur akstur í riðli B. Það var aðeins meira nudd í fyrri riðlinum, en vonandi bara gengur þetta allt sem vel fyrir sig og Já, menn bara keyra. Speigja var svo einstök, það var ekki svo fyrsta gír Speigja sem býður alltaf upp á svo mikið, hvað var að segja, bara klessubílaleik. Já, já, maður er að vísu koma á ekki svo miklum hraða núna því að við erum með gridstart. Þannig að spurning hvort að það hjálpi til. Já, vonum það besta. Vonum það besta, það er það besta sem við getum gert. Já. Þetta nú hérna rjóminn af þessum 30 ökumönnum mættir á grid. Sjá nú heyri. Útskýra okkur ég gaf frá mér sætið, það er svo ég var varamaður í dag og átturinn er ekkert von á því að vera með og var að, ég þess að gaman að keppa og var að æfa mig og var með lobby á Red Bull Ring. Ég er byrja ekki búinn að taka, ég er búinn að taka einhverja 4 ringi á Spa og ég á ekkert erindi. Ég er ekki undirbúinn undir þetta. Já, Binni, það var náttúrulega komst þarna inn bara óvænt. Það var hann Gunnar Karel sem þurfti að sleifa sig út þarna bara skömmu fyrir riðila. Já. En hann Hafsteinn, sko. Já, einmitt. Ég held að Hafsteinn hafi verið mjög feginn því. Hafsteinn slapp inn í 8. sæti fyrir vikið. Já, það er gott að blessa þig. Ég var nú alveg búinn að segja þetta fyrirfram. Jú, þetta var vita mál. Þannig að það er allt gott að blessa. Ég tekst að ég átti líka gegn svona vel að taka fram úr, það menn voru kannski, ég var að keyra sko upp á líf og dauða og þetta var bara eitt race fyrir mig, meðan aðri kannski voru að hugsa 7. sætið upp. Það getur verið. Getur þessu villisingur. Þetta verður basically bara þeir fá hvað? Þetta eru 2,5 mínúta. Ætli þeir séu þá ekki að þeir ná kannski ætli þeir náu nokkuð nema bara einum hring. Þetta verður hugsanlega 2. Já, einhverjir getur mögulega að ná 2 hringjum, en já, þeir sem eru sko fara fyrr út í pitinu, þeir sem eru að fara kannski síðast út í pitinum, þeir getur alltaf á hættu á því að ná bara einum. Já, ég held að flestir muni vera bara einu hring sko. Já. Allavega svona. Já, við sjáum það, þannig núna er að taka 3 mínútur átla, 3:20. Já. 2:30. Já, það er bara eitt hringur. Það er bara eitt hringur. Þetta er bara one shot quali. Já. Það er bara veisla. Það er bara veisla, já. Þetta verður eitthvað. Já, þetta verður eitthvað. Gaman líka, ég var að tala um það í streaminu áðan, ég finnst gaman að hendi í svona one make, þar sem allir eru með sama verkfærið í höndunum og Já, þetta er bráðnauðsynleg keppni, þess að menn eru alltaf að metast sko, menn eru að keppa hann í tier 1 og 2 og 3 og mismöndi bílum, túning 1 og 2 og það er gaman að hafa þetta svona, þá reynir á raunverulega hver er hraðast ökumaður. Já, hérna er eini munurinn á milli manna eru menninir, það er bara svoleiðis. Það er bara færni sem kemur ljós. Já. Þannig það er gaman líka að sjá, nú erum við að sjá hröðustu ökumenn í raun allra tryggja deildana í sjálfu sér. Akkur sér að meina. Já. Nú er ekki túning sem kemur inn eða bílavall. Nei, það er bara allir á McLaren, allir með sama setup. Það sjálfsögðu eitthvað mikið æft eflaust, en það allavega sama aðratir í sömu aðstæðum. Já, það er ekkert Já, það er bara þér komið hvað þú gerir. Nákvæmlega. 1 mínúta í kvali. Við erum alveg að fara að rumpa þess á stað bara. Hún búið að ganga merkilega, ég vil nú ekki jinxa þessu, en það er búið að vera merkilega svona bug, fyrir utan fyrsta pitbugina, þá er þetta bara búið að ganga eins og smurt. Já, það virðist vera með þessi Wi-Fi box, ég held að sé svona IP-konfliktar. Já, þetta er eitthvað svoleiðis, við vorum búin að komast að því að ef það eru 2 í sama lobbyinu á Nova 4 gerátir, að þá sjá þeir ekki hvort annan í lobbyinu og verður börlega vissin. Já, sem ég held að skýrist er að þessi Wi-Fi box er að gefa fólki sömu IP-tölum. Já, þetta er ykkur svoleiðis konfliktar sko, það er sem er hundlegilegt. Herri, en klukkan er 10. Ef ekki bara ít á ræs. Ég held það.
Þetta verður mjög áhugavert kóli, þetta eru svo löng braut, svo langir beini kaflar. Já. Þarna á slipstrím eftir að, veðbyrinn á eftir að hjálpa gríðarlega mikið. Já, ef mann að staðsetja sér rétt og ná drafti til dæmis á bakstreitunum. Já, og bara á kennelstreitinu og já. Maður vill ná draftinu en samt ekki enda í skottinu á næsta manni, þegar maður vill ekki þurfa að fara í eitthvað slag. Nei, en ef hún er í setni, sérstaklega eins og segja, á backstreitinu, þá er ásættanlegt að vera bara fyrir aftan næsta mann í síkinninu. Einmitt. Það græða svo mikið að vera í skiptinu. Algjörlega, það er á svona löngu kafla, þetta geta verið einhverju tíundusögu græðir hérna sko. Já, alveg helling. Þeir eru lagðir af stað. Já, ekki allir bara, ekki slisa laust hingað til. Er hérna, Hannes ennþá í pittinum. Hann ætlar að líklega að passa sig. Sævar líka og hann fyrir Robby út og grænu tyggjóklessu. Já, ég var að segja það, hann líklega ritskruðast í bílinn eða svona mest áberandi í bílinn, getur við sagt. Sævar Helgi er ennþá í pitt, ég finnst að vera eini sem eftir í pitt og hann sé ekki mig. Nei, jó. Hann er farin út. Hann er farin út. Og Sævar, ok, það er allir farin út þá, held ég. Allir út. Það er jákvætt. Fátt leiðilegra en að díla við þessa pitbugga. Ég man nú í Toyota mótinu, Yaris mótinu held ég að það hefði verið. Þá vorum við í hálftíma að koma okkur á stað. Þetta nú skánað eftir að það kom eitthvað update á leikinn fyrir einhverju síðan sem átt að bæta stability online og það virðist hafa eitthvað hjálpa sko. Því við höfum lítið lent í þessu síðan þá. Það er þetta komið núna bara pitbuggur um mér. Ég ætla að fara út úr lobbyinu. Ég ætti að halda mér inni, fyrir út úr lobbyinu, loka mig aftur inn. Nei, Jóna það er eitthvað í gangi. Jóna er ekki hann inni, ég er það gætur hjá mér, ekki hlusta á mig. Ok, hann lítur eðlilega út hjá mér. Já, þá er það bara ég gerði stíkarinn úr áðan hjá mér, ég ætla að fara út úr lobbyinu, kemur aftur inn og lagast þetta hjá mér áðan. Það er bara mitt view, vonaði ekki skemmt ykkur öðrum. Var hann þá svona eins og hann væri undir brautinni eða eitthvað þannig? Nei, það kom ekki neini, sko, ég sá ekki aðra bíla tíma og það er eins og núna ég sé nægu ekki að sjá bíla að gera. Það er engin byrjar á hotlap, þannig að það er ekkit hundarið hættun ennþá. Það er einn í meiri klukkutíma, þetta hlýtur östulega. Já, nei, ég meina þess að þegar maður dettur inn og út úr lobby og þá maður vilja menn stundum tröflastir ef maður sér eitthvað skilabóð koma upp og Já, meina það. Þannig að það er ágætt að, varstu komin inn aftur eða? Það er hérna, já, ég er komin inn. Já, glæslegt. Og það virkar allt núna hjá mér. Stórgott. Sjáum að Hafsteinn fær að setja fyrsta hringinn. En það er alveg ljóst að þetta verður 1 hringur á mann. Já. Það er ekkert, menn þurfa að draga eitthvað rosalega hraði upp úr hettunni ef þeir ætla að komast í annan hotlap og ég er ekki að sjá það gerast. Nei. Að græða eitthvað 10 sekúndur aukalega. En við sjáum líka að menn eru bara búin að dreifa sig vel og það er mjög gott. Það eru auðvitað þessar braut heldur en brautin áðan og talstærri þessi lengri. Það er svolítið meira malbygg hérna. 7 kilometrar. Talandi malbygga, það er nú aldrei stóraði verið í gangi hérna á Spa núna í raunveruleikanum. Verið að breyta Orús og Radíón kaflanum. Já, er það virkilega? Búið að vera frægasta kafla brautarinnar. Já, Gunnar Ragnar. Gunni ykkur í tjóni. Já. Gæti haft áhrif á hann, klárlega. Sjáum það þegar hann klárar hringinn. En já, það er verið að bæta, ég held að beygjurnar sjálfar eigi að haldast eins og þær eru, en það er verið að bæta plássið í kringu, það er búið svo mikið af alvarlegum slysum hérna núna bara upp á síkasti. Þannig að það er verið að ráðast í, þannig að það er verið meira runoff og minni líkur á einhverjum stórslysum. Það er nú bara jákvætt, vonandi láta þeir beygjurnar halda sér eins og þær eru, því þetta er alveg legendary beygjur, þessar tvær. Það er Hafsteinn sem er fremstur í flokki hérna og ætlar að setja fyrsta hringinn, sinn fyrsta og síðasta. Já. Líka lokakaflinn á brautinni segir Sigurður hérna fyrir síkeinið. Já, ok, ég held að væri bara á rúskaflinn. Það verður gaman að sjá þegar það er búið að klára brautina
hvernig þetta lítur út allt saman. Maður er alltaf fylgjandi því að bæta öryggi í þessu sporti. Það eitthvað tæknir, eitthvað stríðum. Það eitthvað. Ertu ekki að sjá alla? Nei, það er eins og hann að... Hvað heiti? Ég ætla að spyrja hvað hann heitir, hann Doxy. Það Sindri. Það Sindri, hann verðist nú bara að vera að stoppa brautinni hjá mér. Það er klárlega ekki rétt. Doxy, nei, hann er á fullri ferð hjá mér, sko. Já. Ég er illa við hoppaði út akkurat núna. Ég er að leyfa mönnum að klára tímana. En ég sé hérna tímana samt, hann Hafsteinn kominn í mark. Já, 2:32.2. Guðmundur Orri tekur. Bætir það. Já. Þorsteinn bætir það. Já, það koma hérna í langar banir. Og Ívar bætir það. Þetta er... Ívar verði hérna mjög ofalega, hann verður topp 3. Já. Jóna erum í 4. sæti eins og er. Þorsteinn sem vann síðasta reis í hinriðilinn. Sigurður Sigurðsriðursins eru hann að eftir 2 menn. Já, það er rétt. Ívar og Þorsteinn. Já. Gunni, 7. sæti. Já. Valdi. Býtu, nú get ég ekki farið, hverju get ég ekki farið á Gunna? Jú, hérna hann. Flórum. Robocop ekki kominn yfir. Það Dimmi tekur 4. sætið. Já. Þá er spennandi að sjá hvað Robby gerir, hann fyrir 7. 7. sæti. Þetta verður eitthvað slagurinn maður. Þetta verður rosalegt. Eru allir búin með hotlapin? Hvað segirðu? Nei, það er ekki allir búin með hotlap, sagði ég. Það er ekki allir klárir. Hver er eftir? Býtu nú, jú, hann Sævar var síðastur. Og... Það er komið. One shot, ég fíla svona, one shot quali bara. Herði, já. Það er bara gaman. Ég ætla að hoppa út, já ok, við sjáum til hvað það er ekki búin að lagast þegar með núna. Ég veit ekki hoppa út í ræsingu. Hér fáum við aftur great start. Það er líka eitthvað sem ég er mjög hrifinn af. Hérna sjáum við allavega ljósin á Spa. Við sáum þau ekki á Red Bull Ring. Og hvað gerist? Það er Þorsteinn og Ívar. Þorsteinn og Ívar, fremstir í flokki. Sjáum ljósin held ég ekki. Jú, grænt. Já. Gott start hjá Ívari. Gott start bara hjá öllum sínist mér. Já. Ívar hefur átt betra start. Sýnist Guðmundur ætlar að reyna að stinga sér inn fyrir, eða hvað. Þetta er gífurlega herramannslega ekki hérna sýnist mér. Engin tróningur á læti. Þetta er rosalegt. En Ívar, hann er bara farinn. Hann er búinn að losa draftið strax. Ef hann nær góður renni í gegnum á Rús hérna, þá er hann bara komin í alls góð mál. Ég ætla að fara út núna, það er allir komin í gegnum á Rús. Kemur streitt núna, ég ætla að verða að fara á herbygginu. Ég er ekki að sjá neitt. Nei. Ef þetta klikkar eitthvað núna, þá ætti við að segja mig frá þessu hlustu. Ég reyni að kemur aftur inn núna, þá er það bókan. Það er mikil þjappa hérna inn í eftir Kamilstreitið. Góður hópur. Það eru minnum á það að hér er það topp 3 sem að skipta máli ef þú vilt ná þér í eitthvað velun, en að sjálfsögðu vill maður bara líka komast í góðan kapastur. Það er alltaf gaman að keyra í góðum hópi. En það er fyrir fyrsta sætið að þá ertu að fá eintak af Gran Turismo 7, fyrir annað sætið er það leiki hernitól RIG 700 og RIG 300 hernitól í 3. sætinu. Svo kemur í ljós hver hreppir vinningin fyrir fallegasta liveríið, en eins og ég hef minnst á í þessu útsetningu, þá munu GameTV strákanir ákveða það með sér hérna annað kvöld í mánudagsstreymi GameTV. Þannig að endilega fylgjast með þeim á gametv.is og á Twitch GameTV. Ívar og Þorsteinn bara farnir, segir Sigurður. Það er bara alveg rétt, og Ívar er eiginlega bara farin líka. Þorsteinn er ekki í draftinu hjá Ívari. Jóna er í 3. sæti eins og staðan er núna, og það er hvílík súpa fyrir aftan hann. Það er Róbert, Gunni, Guðmundur, Hannes, Hafsteinn. Þetta er bara... Þetta er komin aftur inn. Útgóðan aftur inn. Já. Og allt í orden núna. Já. Jæja, flott mál. Þá erum við bara í góðum málum fyrir þessa síðustu keppni í þessari útsetningu. Búið að vera bara stórgott áhorf hérna hjá okkur í kvöld. Fullt af fólki að fylgjast með okkur. Frábær framtakninga hjá Senu og GameTV að setja saman í samstarfi við GTS Ísland. Já, ekki spurning. Við erum á ágætu bandi við á hérna Senustrákana.
Þannig að það var alveg við hæfi að skella í smá svona mót og gefa Gran Turismo 7 í tilefni þess að hann að koma út núna bara eftir, 2,5 viku. Allt að gerast, herru. Það er svolítið slagurinn þriðja sætið. Já. Og þar fyrir neðan. Þetta er fremsnægilega skemmtilega þannig fyrst og annað sætið. Þetta þurfum að fá meiri samþjöpun á þetta. Já, þurfum að fá smá drama hérna í toppinn. En við erum allavega með slag hérna þriðja sætið, þar sem að Róbert að elta Jóna í. Já, Gunni, ég held að Gunni sé nú ekki búinn að segja sitt síðasta. Nei. Það er nóg eftir þessari keppni, við erum búin með 1 hring af 12. Þannig að það er, og þetta er náttúrulega þessi keppni örlítið, þó þetta séu færri hringur, þá er þetta örlítið lengri keppni heldur en Red Bull Ring áðan. Þannig að hér getur líka skipta aðeins máli hversu vel þeir fara með dekkin. Líka mikið slagur í sjötta sæti. Já, vá. 3, alveg 4, 5 í hnapp, þetta eru bara einn stór lest. Já, þetta er svakalegur hópur hérna, það er Guðmundur, það er Hannes, það er Hafsteinn, Dimmi. Þetta er ekki engin slór ökumenn hérna. Það ætla allir að gera sitt besta, sjálfsögðu. Já, sjálfsögðu. Það er hvort sem að sé að slást um velun eða ekki, að þegar maður út á brauta þá er það eina sem skiptir máli, er að komast fram fyrir næsta mann og svo fram fyrir þann næsta og svo framvegis. Maður vill enda eins ofalega og maður mögulega getur. Þetta er allt í nappi hérna frá, hvað ég að segja, frá sjötta sæti niður í... Já, heyrðu, Þorsteinn gerir mistök og Jóna komið í skottir á hann. Þorsteinn fór hérna svolítið utanvegar, sem þýðir að nú er Ívar bara farinn. Nú er þetta bara alveg... Já, þetta er líka kjörstaða fyrir... Annað, þriðja, fjórða og fimmta sæti í napp. Já. Og Jóna stingur sér inn fyrir, hann er konið upp í annað sætið. Komið fram fyrir Þorsteinn, að vísu með refsing ásegum, það er nú eftir þessari keppni til að vinna hana niður. Þetta var, ég sá nú ekki alveg hvað gerist, ég sá bara Þorsteinn vera komin út á gras. Hann hefur kannski fengið skítu dekk. Já, það er mjögulega. En nú er Ívar bara í kjörstöðu með 4 sekúndur í forskot og allir fyrir neðan hann að slást. Þannig að... Gunni Agga alveg í skottinu á Þorsteinni. Það er hérna annað... Þeir eru nú bara allir í skottinu. Þetta er bara hútt í skott... bara skott í hútt, þannig að bara 4 bílar. Já, og svo er það annar hópur þar fyrir aftan, 7., 7., 8. Það er bara, maður veit alltaf hvað maður á að fylgjast með, það er alltaf gerast. En ég ætla að reyna að fylgjast hérna með efri slagnum þar sem við erum að sjá slag velunasætin. Já. Það er svona þýðingar meiri slagur akkurat núna. Það væri næs að geta verið bara með mynd í mynd. Það verður spurning, ég held við séum að fara að sjá eitthvað framúrakstur á Kamellstreitinu. Gunni kemur hérna með gott exit. Svo ég ætla að fara hérna út svo ég geti... Robbi er ekki alveg að finna sig. Gunni þyrfti vel að koma sér fram úr honum. Já, það er búið að slíta milli Robba og Þorsteins. Já. Og Gunni ætlar ekki að vera... Sjá hvað gerist, það fyrir utan á. Nei, það er ekki. Þorsteinn er að gera allir hvað hjá henni. Ég ætla að kíkja hérna borð hjá henni Þorsteini. Gunni er komið fram úr Robba. Hann er midsætt. Eða hvað? Sjáum hvað gerist þetta inn í krökku hægri beina. Já, þetta kemur Gunni, hann er með þetta, hann er með innurlínuna. Komið fram úr Robba upp í 4. sæti, nú er 1,2 sekundur upp í 3. sætið. Sjáum hvort að hann nái að halda Robba fyrir aftan sig og reyni að minnka kannski bilið í Þorsteinn. Þorsteinn og Jónægir, þeir halda áfram að slást. Jónægir að vísa með 1 sekund á sér hérna í refsingu. Gunni er strax komin í slip á Þorsteini. Hann er komin í slip og Róbert ennþá í slip á Gunna, þannig við getum farið að sjá annan slag hérna. Já, þetta er slagur mannarsæti, þarna er... Það er gjörsamlega barist heyrnartólin, sko. Já. Ívar, við ætla bara að sigla þessu 5 sekúndna forskot. Já. Það er ekkert að vera ógn á honum úr þessu, held ég. Við höfum séð það í deildakeppnunum að ef hann kemst í fórustu þar líður honum vel. Það kostar alltaf þessi slagur. Já, hann gerir það. Hann var ansi snöggur að ná að slíta þessu slipnum bara fyrsta kvartinum á fyrsta ring. Já, hann var mjög snöggur aðeins, sko. Heyrðu, Róbert er að gera allavega Gunna aftur. Ég ætla að kíkjum borð hjá Róberti. Kíkjum á stuðarna hjá honum. Ætlar hann að sjá að Gunni tekur varnarlínu. Þetta er nei, Gunni er nú með þetta ennþá.
Hvað að gerast hérna fyrir neðan? Gummi í 7. sæti, Hannes í 7. með dimma fyrir aftan sig. Þar á eftir það Hafsteinn í 9. sæti, Valli í 10. Doddi 11. Kristján Einar 12. Svo það Sindri og Sævar. Býtum við. Sindri fyrir þarna ansi vítt út úr síðustu beginni. Afsakið. Og hérna í 14. sæti. Ívar heldur áfram að gera góða hluti, með hraðastar hringinn í keppninni líka. Jón Ægir ætlar ekki að ná að slíta þennan hóp hérna frá sér. Sjáum að Gunni nú bara komin hérna í skottið á Þorsteini. Róbert hefur aðeins, Róbert segi, hann búinn að missa draftið, það ekki nógu gott ef hann vill hérna halda sér í þessum slag. Gunni var einbæta sér á hann Þorsteini og hann byrja að gera allu á hann. Hann setur fjólubláan sektor, hann að vísa með smá refsingu. Það helsti staðurinn á þessari braut til að næla sér í refsingu upp og rús og radíón og maður þarf að passa sér svolítið þar. Það hægt að taka þann kafla bara nánast flatt át á þessum bíl ef maður tekur hárrétt á línu. Það þessi hópur sem við erum að fylgjast með. Jón Ægir leiðir innan hóp, skulum kannski horfa aðeins hérna frá stuðaranum. Sjáum merkingan á stuðaranum hjá Jón Ægi, minnum bara á heimasíðun okkar, fyrst við erum að horfa á hana, gtsisland.com. Guðmundur Orri aðeins að líka tryggja sig í 7. sæti, hann búinn að slíta sig frá. Nei, og þessu leiðu segir svo þá fer hann út af nær, bjargar sér. Það commentators curse í fullum gangi. Já. Það mörg dæmi það. Sjáum að Hannes ekki ná að slíta dimma frá sér og Hafsteinn hangir að aftan í þeim. Svo ekki mikið, þeir eru hérna, Kristján Einar með 2 McLaren litaða McLarena í eftirdregi. Sævar Helgi að eldan. 6,5 sekúnda hjá Ívari, hann bara í ótrúlega góðum málum, keyrir þetta yfirvegað. Sjáum að Jón Ægir búinn að ná að slíta Þorstein úr draftinu og nú þarf Þorsteinn að fara á áhyggjur af Gunna og Robba. Robbi kominn aftur, Gunni að reyna þetta var svolítið bjarsýnt en það nóg eftir. Hann líka búinn að hleypa Robba þá aftur alveg upp að sér. Já, Robbi kominn í hennar slag hérna 3. sætið. Jón Ægir að græða þessu, hann kominn með einu á, Já, hann komin úr draftið allavega. Já. Þetta nýja McLaren skeman, spyr Kevlar. Já, Sindri nú svona hann nán Sindri hann með nýja svona líka eftir nýja skemanu hjá McLaren F1-liðinu. Hverju fæ ég ekki að sjá hann, hann? Hvað gerir hann fyrir utaverði? Sjá, hvað að gerast? Það mikið að gerast núna. Allt að gerast. Gunni komin upp í 3. sæti. Þorsteinn bremsa seinna. Þorsteinn, hvað gerist hjá Þorsteinn? Hann bara gleymdi að bremsa. Ég ætla að kíkja þess á þetta í replay. Og resettast af brautinni. Já. Þetta rosalegt. Ég var heldur seinni, hann bara, ég veit ekki. Hann reyndar, getur verið, hann búinn að vera lendið í vandræðum með stýrið hjá sér. Hann lendi í síðustu keppni í Tier 1 að stýrið hans bara misti samband í miðri keppni. Já, alveg rétt. Þetta náttúrulega alveg ótrúlega óheppni. Já. Þetta ekki eðlilegt að keyra bara svona beint út af. Nei, og ekki honum líkt, hann nú vanur að bremsa. Það eins betra á þessu stað að bremsa. Já, það vekur lukku, en ég svona 99% af því að stýrið hjá hann hafa eitthvað klikkað þarna. Og hann eiginlega bara búinn að kúpla sig út úr þessum toppslag núna. Hann reynda að misti merkilega lítið á þessu því leikurinn resettaði hann inn á braut. Og hann í 7. sæti, en ég held að hann sé nú ekki, hann þar langt frá. Það hæpið að hann nái að komast aftur í hérna top 3 slag. Hann í 7. sæti, hann ekki að fara að blanda sig í top 3. Hann eins og staðan. Já, nei, það mjög hæpið, ekki nema að verða eitthvað mikil mistök fyrir framan hans. Já, bremsur bila. Það getur gerst. McLaren drasl. Hann þarf að fá nýja diska senda frá versmiðinni. Já. Sjáum að Ívar að keyra þetta örugglega 7,6 sekúndur. Hann vel á veg kominn að ná sér í eintak á Gran Turismo 7. Jón Ægir í 2. sæti og Gunni í 3. sæti. Þeir að ná sér í heyrnartól ef þetta endar svona. En það nú ennþá nóg eftir.
Þeir eru að klára hring 5 af 12. Það nóg eftir. Nóg eftir. Það ennþá hörkuslægur hérna fyrir neðan. Við erum að sjá. Mín tilfinning áðan var það að Gunni var hraðari heldur en Þorsteinn. Já. Þegar var að gefa Jón Ægi hennar buffer að geta kyrta aðeins hraðar. Já. Það þurfti ekki að rífast og það verður fróðlegt að sjá nú hvað Gunnar gerir. Það er aðeins farið púðri núna úr þessum toppslag. Nú er bara 1,5 sekúnda hérna á milli allra. Þannig að ég ætla aðeins að fara neðar. Hannes er tæpri sekúndu á eftir Guðmund Orra. Þorsteinn svo þar á eftir. Hafsteinn ekki langt á eftir honum og svo Dimmi. Það er helst slagurinn hérna svona 8. til 10. sæti. En það er engin svona grjótharður slagur. Jú, það er reyndar. Kristján er ennþá að halda aftur af hérna Sævari og Sindra. Sævari er að gera allegu núna, hann er mitt draftið. En Kristján er með innrýlínuna, spurning hver bremsa seinna, lenda öllítið saman hann. Sævar hefur þetta, eða hvað? Jú, hann hefur þetta, kíkjum aðeins borð hérna hjá hann og Kristjáni. Sævar náði að hirða á honum 12. sætið, Kristján tæpur. En heldur þessu. Kannski kíkjum bara borð hjá hann og Sindra, þá sjáum við á báða hérna. Kannski lætum við vita ef eitthvað gerist þarna framar. Já, ég er að fylgjast með 2, 3 og 4 og það er ekkert að frétta. En annar kostur við það að vera með fleiri hérna að lýsa, þá er hægt að hafa augu annar staðar. Ég hefist bara með 2. Það er 1,3 og svo 1,6. Það er ekkert. Eru Sævar vítt. Kristján er að taka fram úr og Kristján líka vítt. Hvað er Sindri í þessu öllu? Sindri er komið þá upp í 13. sæti og ansi tæpur. Sævar það var síðastur. Og Kristján og Sævar þá báður líklega með skítu dekk eftir að hafa farið hérna vel utan brautar. En hann næri að halda Sindra fyrir aftan sig. Ívar heldur áfram að gera góða hluti. Það er ekkert að frétta þar, því miður fær Ívar lítinn skjátíma hér í kvöld. Og í þessum töluðu orðum var hann næstíð búinn að spinna út úr busstoppinu í lok hringsins. Hann náði að bjarga því. Jón Ægir er í fínum málum í öðru sæti, tæpar 2 sekúndur í Gunna. Og Gunni með tæpar 2 sekúndur í Róbert. Já. Sem er í 4. sæti. Guðmundur Orri situr í 5. sæti. Hér er nokkuð að gerast. Eitthvað er að vera slitna meira milli manna. Já, það er hérna 5., 7., 7., 8. Þar er svolítið slagur í gangi núna. Já. Sem að Hannes er með Þorsteinn fyrir aftan sig. Já. Og Dimmi þar á eftir. Svo er nú eitthvað að gerast þar fyrir aftan líka. Sjáum að Valli er að sækja á Hafsteinn í slagnum með 10. og 11. sæti. Hannes er bara í 7. sæti, já. Já. Dimmi í 8. ekki. Valli fór hérna svolítið víti og Dimmi hann er í 8. Kristján er núna aftur komin í kunnulega stöðu með 2 appelsínugula McLarens fyrir aftan sig. Hvað er hans Hannes í Íslandsmótinu stendur? Hannes leiðir Íslandsmótið í tier 1. Og Dimmi? Dimmi hann sigraði vetrartímabili í tier 2. Þetta þeir í 7. og 8. sæti? Já. Það er alltaf gerast. Það verður aðeins að hafa gaman að þessu. Ég veit það, og Þorsteinn þar á milli þeirra. Ég verð ekki vinsæll í ásættíðinni. Þú bara býður öllum á barinn og allir sáttir. Já. Hann útlit fyrir það að við getum tekið lokahóf hérna í vor. Það er vonandi. Já, ég held að við ætluðum nú að hittast inn í desember en þá fór allt á hlið í samfélaginu, þannig að við ákváðum að fresta því. En ég held að við bara tökum vel á því hérna í vorið í sumar. Við höfum gert þetta síðustu tímabil og það er alltaf gaman að hitta mannskapinn, fá sér í glas og hafa það skemmtilegt, afhenda velun og Laka til að andlit á bak við nöfnin. Já, nákvæmlega. Tengja andlitni við PSN-nöfnin. Hvað er að gerast þetta? Kristján komið, hvað er að gerast hjá Hafsteinn? Hann er hrinu niður listan. Hann er orðinn síðastur, hann hefur lent í einhverjum vandræðum. Kristján þar er þetta konið í 11. sæti. Það er eld að Valla í 10. Ég ætla að fylgjast aðeins áfram með þeim hérna. Dimmi fyrir vítt. Ég ætlaði að fara að segja að það væri svaka slægur í uppsiglingu og þá skemmir Dimmi það fyrir okkur. Það er bölvunin
Já. Það lýsendabölvunin, hún alræmd. Það ekkert að frétta hérna á topnum. Það væri nú fínt ef við getum bara hent út safety car núna, þjappa hópnum saman. Ef við sjáum þessi braut eyðir dekkjunum, það sé eitthvað spil inn í, eyðir talsvert meira dekkjunum heldur en Red Bull. Já. Það er orðið allan eitthvað raut, en já, nú Ívari. Já, keppnin náttúrulega er líka aðeins lengri heldur en keppnirnar í riðlakeppnunum. Þannig að svona síðustu hringina getum við farið að sjá dekkjaslitið hafa ykkur áhrif. Robby stendur þar vel að vígi. Já. Að topp 4. Já, hann er í mjög góðum málum með dekkin, sko. Já. En ég sé þetta reyndir ekki að hafa negin verulega áhrif. Nei, bíllinn náttúrulega er að léttast á móti, sko, þannig að það er... Já, þessi ökumenn eru bara það góðir að það mun bara bíllina jafnt á þeim, held ég. Já, mig grunar það nú. Maður sér það á hringtímanum hjá þeim að þeir eru ekkert að slaka nýtt á. Það bíllinn, dekkin að slitna þess en á móti á léttist bíllinn og þetta bara vinnur saman. Sjáum að Þorsteinn heldur áfram að pressa á Hannes hérna í 7. og 7. seti, en Hannes er ekki á því að hleypa honum fram úr. Já, það þarf að hann svona langa brautir. Þegar verður næst svona keppni, það er brautir sem við vorum að keppa á fyrr í dag, og Brands Hats og meira svona styttri brautir, bjóði upp á meiri dans sem þetta orðið komast. Já, það er nokkuð til í því. Einmitt í svona sprintmótum. Já, það er því ég er mikill aðdáandi Brands, hún er eina mínum uppáhalds brautum. Hún er alveg geggjuð, sko. Old school braut svolítið sem að svona refsa manni vel fyrir hver mistök. Já. Það er nú, já, ég verð nú gaman að sjá meira action hérna á topnum. Já, þetta er svona ekki nægilega spennandi fyrir áhorfendur. Nei, við reynum að fylgjast með hérna, það sýnist þetta að vera áfram hérna Hannes, Þorsteinn og Dimmi. Já, svona kannski helst þar sem eitthvað að gerast. Og reyndar hérna Kristján og Valli. Kristján er búinn að sækja, hann er búinn að ná Valla og gífurlega flott lifrið hjá hann og Valla, finnst mér. Mikill metnaður lagður í það. Kristján í draftinu, hann sýnist hann vera að komast fram úr. Lenda hann öllítið saman. Smá nudd, en hann er komið fram fyrir. Valli skautar hann vítt. Herðu, hann nærir þessu. Hann nærir þetta, vel gert. Er með innirlínuna inn í busstoppið. Tæpur. Kristján með betri exitni, sýnist hann ætla að ná cutbackinu á hann. Já, hann náði. Hann náði þessu. Kristján kom upp í 10. Valli bremsaði seint fyrir þessa síðustu beygju. Sævar Helgi líka bara kominn alveg 1, 2 og 3 komið í skotti líka á Valda. Og Sindri þar fyrir aftan og Hafsteinn þar fyrir aftan. Hérna er smá súpa sem er gaman að fylgjast með. Sjá hvernig hvort það verði eitthvað action hérna á Kemmelstreitinu. Valli, nú það Valli sem með. Þetta ekki síðasta stigarsæti í formúlunni? Jú. Við getum ímyndað okkar það þegar sé að slast síðasta stigið í keppninni. Já, út einhverja spennu hérna. Sýnir Sindri, nei, þetta er náttúrulega hérna þetta orðið svona smá draftlæst, sko. Það er erfitt að taka fram úr næsta manni ef hann er líka með slipstream af einhverjum öðrum, sko. Já. Og þeir halda sér hérna í einum napp. Ívar kom með 11 sekúndna forskot á Jónai sem er í öðru seti. Ekkert að frétta á topnum. Það er ekkert, nei, það er allt óbreytt á topnum. Nema kannski að Guðmundur Orri er svolítið búinn að satsa á hann. Já. Robba. Hann er búinn að... Hann er með minna á milli Gumma og Robba heldur en Robba og Gunna. Já, Guðmundur er í ham. Já, hann er að vinna á. Sjáum að Guðmundur reppar hérna bara heimsins allar teiknumyndafígurur á bílnum hjá sér. Já. Og það er nú góður kumpáni á hægra megin aftan hjá honum. Sjáu þar hérna, það er nú Guffi. Guffi? Já, minn maður. Já, þú viltu geta líka ef hann. Já, ég get verið óttalegu Guffi, sko. Robby, þetta er svona eitthvað sleikibrósikur. Já, þetta er svona húpa búpa. Já. Skemmtilega litríkur. Já.
Hannes eitur græn hérna líka. Herru, nú Kristján komið í skottið á Þorsteini. Hérna slagur 9. sætið. Já, herru hann lítur að taka hann. Og svo súpa þar fyrir aftan á maður. Hann búin að draga svo á það, hann lítur bara að vera tímasundlugur, hann er að finna Þorsteinn bremsaði aðeins og seint. Og hvað gerist? Hann að halda þessi síns fyrr. En nú hinn hópurinn kominn að aftur líka. Mikið til sem við gangi hann. Nú þetta bara 9. og niður á botn. Þeir eru allir hérna í einum blett, sko. Já. Heyrist minna í binna, segir Inga. En núna heyrist betur, já núna kannski. Ég ætla að heyri fínt þig, sko. Já. Ég kannski bara tala betur í mikrofónin. Það spurningu ef ég færi mækin aðeins lengra frá, illu sér svo, það bara því að hann talar minna. Heyrist minna í binna því að hann talar minna. Það alltaf ágætt að fá nokkra 5 í chatið. Þeir sem að þekkja mig eru yfirleitt orðnir geðvíkir á mér og mínum 5. Svona þetta kannski komið núna, ég hækkaði aðeins held í mækinum. Já, þetta hlýtur að sleppa. Það er ekki nema 2 hringir eftir hérna. Já, 2,5. Nei, það hefur greinilega ekki gert svo mikið til. Nei, ég held ekki. Þetta sleppur. Og já, 2 hringir eftir. 2 hringir, já. 1, 2, 3 er bara komnir. Robby, hann í 4. sæti, það gefur ekkert. Það eru hálfi Gunna. Það eru topp 3 sem gefur hérna. Það er kannski stoltið því að hann Gummi er núna komin í sekúndubil. Jú, hann er að sækja. Þannig að það er smá stoltslagur þar. Já. Sjáum að menn er að fara gjarnan vítt hérna í Púhon. Það er beygja sem ég er ekki hrifinn af. Hún getur verið ansi erfitt. Já, það er erfitt að negla hana alveg 100% og það er svo auðvelt að yfirskjóta hana og undirstýra út í þetta skítuga kaflan utan brautar. Hún er rosalega, já, þetta er þetta slow in fast out, sko. Það er dýrt að vera á óvisku. Það er að fara á hratt þar inn, sko. Algjörlega. Ég ætla að kíkja borð hérna hjá hann Sindra. Hann er að elta Sævar og er að taka framhaldinu sínum mér. Já, og Robby líka Guðmundur er komin 0,3 ári. Hann er komin í bossan á Robba. Heyrðu, þá kíkjum við aðeins hérna á slægin fyrir ofan. Hann reyndi aðeins næri betri hérna í gegnum chicanið en Guðmundur er að sækja, hún er í slippinum. Það var komin í 0,3 ár. Kíkjum borð hjá honum. Sjáum núna, þetta er verið mikilvægt exit hérna úr. Sýnist nú, þeir voru bara með nánast eins exit en Guðmundur hann er með slippið. Þetta er 6/10, ég er ekki viss þetta dugi honum til að ekki nema Róbert klúður eitthvað á rús. Þá á hann möguleika. Já, kannski ekki til framvarast, en hann geti komist í að setja pressu, gera það, þó hann á ekki að komast fram úr. Hann reynir kannski að stilla upp framvarastur fyrir síðasta hring, ná smá drama. Já, það er aldrei þægilegt að vera með bílinn stóran í speglinum. Sko. Nei. Þú vilt hafa helst bara sem litla punta lengst í fjarska. Já, heyrðu, Róbert bremsar svolítið seint, Guðmundur er frá mættur. Hann er bara komin í skottið á honum. Já. Róbert ekki alveg að finna taktin hérna á Spa. Þó að sé nú ekki slæmt en ekki hægt að kvart undan því að vera í 4. sæti hérna í þessum hóp af þessum öflugu ökumunum. Það eru núna alveg bara það heldur í við hann. Guðmundur geti verið að leggja upp núna fyrir framarakstur inn í busstoppið í lok hringsins. Já, það er Róbert tæpur en hann sleppur. Róbert er líka með smávegis refsing á sér. Já, hann er með 0,6 á sér. Hvað var hún upprunalega? Hann þarf að ná þess af sér. Hann þarf að ná þess af sér. Þú færð aldrei minni refsingu en 1 sekundu. Sigurður spyr Róbert með penalty. Já, hann er með þess að við erum að horfa hérna núna 0,6 sekundur. Þannig að hann hefur 1 hring til þess að ná þess að refsing af sér. Og hann er búinn að halda hann við slipnum, þannig að það verður heldur betur pressa núna fyrir chicanið. Það held ég. Stoppið. Nú ætti heldur betur að draga saman.
Sjáum bilið minnka. Nei, og þó. Ekki nóg mikið. Nei, Robby hefur náð góðu exiti. Robby heldur þessu. Það taldi ekki meira þetta, slipstri við. Þá þetta bara síðasti hringurinn. Það allt eða ekkert. Allt eða ekkert. Fjórða setið. Já. Hann alveg núna, ef hann að vera alveg í rassinum á hann núna, í gegnum erpinnið, þá getur þetta verið. Það sénsinn núna. Sjáum hvernig tækla fyrstu beygina. Ef Guðmundur nær betra exitið, þá getur hann náð. Hann þarf bara að vera í honum. Og það tekst, eða hvað? Jú, hann með betra exit. Það byrja að draga saman. Já, það dregur saman strax. Ég held að þetta sé líka perfect bíl til að vera með. Hann nær hann góður svona slingshot effektin sem maður kalla það. Sem hann nær að vinna upp góðan hraða í slippinu. Maður vill ekki vera of nálægt, því þá nærði ekki að nýta draftið nógu vel. Já, þeir var báðir í gegnum og Rús. Robert fór betur í gegnum radíón. Já. Það náði að slíta smá, það munar það. Það gerir það. Það þarf ekki að taka sér varnarstöðu. Þá það bara backstraightið eftir. Já, það síðasti möguleikinn að því gefnu að Robert gerir ekki eitthvað mistök. En við sjá, Guðmundur komin innan á, nei, þetta sleppur ekki. Robby ennþá með 0,5 á sér. Ef hann fær líka svona pressa á sig, þá erfitt fyrir Robba að losa refsinguna. Já, hann getur ekki verið að krúsað. Nei, hann ekki að slaka á með Guðmund þarna andandi ofan í hnakkan á honum. Það rosalega mikilvægt. Guðmundur... Guðmundur, hvað hann að gera? Er hann með rönna á hann, einnaverðu? Hann með þetta sýnist mér. Hann með það. Hann að taka Robba. Nei, á. Þeir fara að róli, þetta virkilega vel leikið. Guðmundur vill ekki taka sensin á að henda honum út fyrir. Hann tekur fake átið, hann ætlar að taka innrlínuna. Hann lætur þetta virka. Þetta var rosalega vel gert. Virkilega vel gert. Þetta var rosalega vel gert. Það replay á þetta. Já, sjá hvort ég náði því. Það þetta bara lokað eini, það kannski lokakablinn. Robby gerir mistök. Sjá, ég að horfa á replay hérna. Sjá, þetta glæsilegt move hjá hann Guðma. En ég verð að fara tilbaka núna að sjá. Robby gerði mistök, hann mistaði þetta frá sér. Robby mistaði, já. Guðmundur Ári búinn að taka 4. sæti. Við erum að sjá Ívar færi gegnum busstoppið í síðasta sinn. Kemur í mark 12,5 sekúndu og undan næsta manni. Hann að tryggja sér inntaka Gran Turismo 7 í boði Game TV og Senu. Tekur 360 spinn hérna. Smá sjóbóting í gangi. Jónægir kemur í mark nokkuð örugglega í öðru sæti. Hann þar að leiðandi að vinna sér inn Rík 700 heyrnartól. Og Gunni kemur í mark í 3. sæti og nær sér í síðustu veljunin. Þetta virkilega vel gert hjá Guðmundi hann á 4. sæti. Já, frábærlega gert og þetta var geggja múf hjá honum. Robert tekur 5. Robert þarf að sleikja sárin. Hann getur ekki verið sátt og hann sefur ekki vel í nótt. Hannes og Dimmi fóru bara, hann munaði 6.000 þar á milli. Hannes tekur 7. sæti, Dimmi 7. Doddi kemur hérna í mark í 8. sæti. Þorsteinn að koma í mark í 9. sæti. Kristján 10. Valli að koma hérna í mark í 11. sæti, að losa af sér penaltíið. Hafsteinn 12. Sævar kemur í mark í 13. sæti og Sindri rekurlestina í 14. sæti. Já. Og klárar þessa síðustu keppni. Það var frábær kapastur. Þó var ekki eins tíðinda mikill eins og hefði móskað. Nei, riðill B hafa verið mest að gerast þar. En við fengum nú alveg okkar slag hérna. Þessi dagur var bara frábær. Heldur betur. Algjör frábær og það vonandi að verði aftur svona helgi fljótlega. Já, við reynum að negla í einhvers fleiri sponsort mót. Sjáum að Kristján mættur hérna í spjallið. Svo ég ætla að taka hérna skjáskot af þessu svo ég geti hent þessu inn í. Ef ekki brífa febrúarmeistari sérkeppnanna. Já, það hægt að segja það. Þetta var bara stórkostlega skemmtilegt. Gaman líka að sjá svona flotta mætingu. Það var pláss fyrir 30 keppendur og við fengum 30 pluss fleiri. Já. Þannig að enda þessi hópur okkar alltaf að stækka. Ef það einhver sem búin að vera að horfa á sem hefur ekki verið að fylgjast með okkur reglulega, endilega kíkið á okkur á Facebook. Gran Turismo samfélagið heitir hópurinn og þar endalaus uppspretta af góðum félagskap, góðum kapastri og bara topp fólki. Enda fólki á það tier 3, þess að þriðja deildin, hún open deild. Já. Og það ennþá eitthvað laus sæti þar, ef fólk vil pröfa að taka þátt í einu viti keppni, skuldbindingarlaust. Algjörlega. Þar í raun alltaf hægt að koma og keyra svo lengi sem að það fyllist ekki alveg lobbyið og í raun deild fyrir þá sem ekki að keyra í
í efri deildunum. Þannig að það eru svona blandaðar hópur sem kemur þar inn. Það eru nýjir keppendur, það eru gamlar kempur sem að nenni ekki skuldbindingunni, það eru og allt þar á milli. Já. Reyndum sagt frábært og ég pröfaði þetta bara sjálfur fyrir í september í fyrra og það er ekki hægt að hætta. Það er bara eins og, hvað var það ekki? Pringles, once you pop, you can't stop. Akkurat. Það er Pringles, er það ekki næsti sponsor í næsta keppni í búið Pringles? Það er að tjekka þeim, þeir hafa sponsað eitthvað rafið þurftum hérna heima. Já. Það er að tjekka því bara. Ég held annars að við séum bara þá í toppmálum, ég ætla þá bara að slaufa þessari útsendingu. Við óskum Ívari til hamingju með fyrsta sætið, við óskum Jónæim til hamingju með annað sætið og Gunnari með þriðja sætið og öllum hinum keppendunum bara með frábæra frammistöðu. Til hamingju. Takk minni fyrir að vera með mér hérna í lokaútsendingunni, í lokakeppninni, gott að fá smá félagskap. Ég þakka fyrir mig og þetta var bara ánægileg upplifun að pröfa að vera með þér í beinni. Já, heldur betur, þetta var bara stuð og takk allir áhörnundir sem hafa búið að vera fullt af fólki að fylgjast með okkur inn í kvöld. Þannig já, Sigurður, gott að Sigurður kemur inn á því í chatinu, fylgjast með Game TV annað kvöld. Það er alltaf mánudagsstreymi hjá þeim klukkan 8, þar sem að Kristján Einar, Óli Jóels og Dói og Tryggvi og þessir félagar að sprella í einhverjum töluleikjum og þeir ætla að renna yfir öll liveríin og ákveða flottasta liveríið og aðilinn sem að verður fyrir valinu fær að launum eindaka Gran Turismo 7. Þannig ekki missa því en já, annars segi ég bara takk í kvöld og þangað til næst. Takk fyrir mig. Blessu.